Já, velkomin á Frelsi TV. Ég eins og þið vitið, er að vinna. Þannig að ég er alltaf á hlaupum. Og er nýbúinn að borða þegar ég kem á þennan skiptileikla fund. Þar er ég svo heppinn að það er ég sem er að kasta skiptileiklunum. Það kunne vera léttari æfing heldur en að vera sá sem að verður fyrir skiptileiklunum. Þeir sem verða fyrir skiptileiklunum geta ekki borðað eins mikið og ég fyrir útsendingu. Ég vona gestum í kvöld jafnvel. En það er bara, það hættir ekki að regna fréttaruglinu inn. Og ef ég held aðeins, ég ætlaði að vera útsendingu í gær, ég var bara svo þreyttur, ég treysti mér ekki í það. Og fólk hefur verið að óska eftir að ég stytti alla þessa þætti niður í 3 mínútur. Sem stendur ekki til að ég gera. Þetta er svona nútíma syndrom. Fólk vil fara á æfingu og vera besti íþróttamaður í heimi á 3 mínútum. Það gerist ekki þannig. Sko, þið voru átt ykkur á því að skólakerfið er búið að taka úr ykkur hæfileikann til þess að ræða málin í langan tíma og til að hlusta á einhvern í langan tíma. Það er bara búið að skera svona pinta það úr ykkur. Þið hafið bara ekki þennan hæfileika lengur. Mörg, sérstaklega unga fólki. Það er bara 3 mínútur, alltaf 3 mínútum, 3 mínútur. Er svolítið athyglisverð frétt sem að kom í gær. Þið munið sem hafið fylgst með mér að þegar fylgst með mér að ég var að tala um að það væri verið að koma með það væri verið að koma með jafnvel ebólu árás á Ísland og þetta mauralega sagan á Landspítalanum var til að búa til afsökun til þess að dæla inn eitri. Þessi ebólu lygi er byggð á eitri. Og við þurfum að fylgjast meira með þessum atburðum. Og þannig að það er allt í gangi núna. En ég sé að Guðjón er mættur. Heyrðu í mig, Guðjón? Hello? Hérna er hann Guðjón mættur. Já, heyrðu Guðjón. Það væri verið að koma með jafnvel. Já, læsir. Og þetta mauralega satt. Já, þú ert að horfa á mig líka. Já, ég var í öðrum glugga. Er ég ennþá tengdur? Já, þú ert aðalkallinn núna í live. Það er bara að segja mér eitthvað. Já, talaðu aðeins. Þessar 3 mínútur. Já. Ég hef verið að gera eins og þú að grúska mikið í hvað er í gangi. Já. Skoða mikið umræðuna erlendis. Einmitt. Bandaríkin, England, Evrópubandalagið, Indland. Ég er svolítið spennt fyrir umræðinu á Indlandi, hún er svolítið spennandi ef maður skoðar hana. En það er erfitt að skoða hana. Já, einmitt. En mér hefur sýnst að þeir sem eru í þessum vídeóaktivisma og viðtölum að ef þeir hafa eitthvað að segja þá skiptir ekki máli hvort það er 10 mínútur eða klukkutími. Nei. En þetta er þetta er skólakerfið þú manst að maður var kannski með bók sem að tæki mann eina helgi að lesa og ná Þetta var kannski verið að kenna mann í 1 ár
Já, Þannig að það æri náttúrulega óstuðan að vera að læra eitthvað helgarverkefni á heilu ári, sko. Þannig að það er búið að eyðileggja bara heilabúið í fólki, viljandi, sko. já, það er, þú veist, ein skeið hér, ein skeið hér, ein skeið. Já, já. Og absolutt ekki ná saminginu, sko. Það er alveg bannað. Já, já. Þú átt bara að horfa á trén, ekki skóginn. Já, já. En sjáum líka fréttirnar. Sjáum bara hvernig fréttir með matóun í fólki nokkura sekúndna skotum. Já, já. En þetta internet virðist vera algjör himnasending fyrir mannkinn, sko. Það var löngu komið alls konar stríð og viðbjóður ef þetta internet væri ekki. Já. Og ég er búinn að hugsa svolítið það sem þú bendir á daginn með Alex og umfjöllunina 9.11. Já. Ég er alveg sammála því. Ég var ekki búinn að hugsa þetta áður þú nefndir þetta. Já. Að hann á mikinn heiður skilið fyrir að koma þessari umræðu á flot. Já, já. Hann er snillingur. Og ég reyndar fór ekki að taka eftir þessu fyrir nema af því að ég horfði á þættina hans Jesse Ventura í fyrra. Já. Hann gerði mjög góðan þáttum þetta. Já, Jesse Ventura er enda svolítið meira svona showbusiness kall, hann er ekki mjög djúpur í researchi, sko. En svo má við nefna aðra stórmeistara eins og David Icke og Paul Craig Roberts. Allir þessi kallar, sko. Það er svo margir sem hafa komið fram núna og svo, sem ef ég var að horfa á rétt áðan einmitt, Edward sem var hann með Jekyll Island bókina, J. Edgar Griffin. Það þekki það ekki. Nei, hann opnaði alveg þetta Federal Reserve dæmi og þetta seðlabankasvindl. En það kemur allt inn upp í kollin á mér. Ég var nú bara að hugsa þetta eitthvað í hvað fyrradag. Ég þarf að grúska hans betur í því aftur. Manstu eftir þegar The Pentagon Papers, þegar það kom fram. Við vorum bara okklingar þá, sko. Ég heyrti þetta, sko, en hvað var það eftir? Það var whistleblower, ég man nú ekki alveg hvað hann heitir, ég á myndband með honum. Er það Watergate-málið eða? Já, það tegði því. Já, ok. Þetta var, ég veit ekki hvort þetta var Deep Throat, gaurinn. Nei. Það tengdist Watergate, en það kom fram maður sem var analisti hjá minnum í CIA. Já. Það kemur svokurlega Pentagon Papers til einn senators, hann er til ennþá, lifandi og mjög harður, minna hann heitir Rupert Graves eða eitthvað slíkt. Nei, Gravel. Já. Senator Gravel. Já. Þessi senator, hann nefnilega er svolítið sniður og það er þess virði að skoða aðeins vinnubröðin í honum. Þetta er orðinn eldri maður, en mjög virtur. Hann gerði eitt sem ég tengdi þetta aðeins við hlutir sem þú varst að tala um daginn nefnilega, með lagalegu leiðina. Já. Hann gat ekki komið þessum Pentagon Papers á framfæri. Nei. En hann gat lesið þau upp sem disposition fyrir nefnd. Já, já. Sem part af öðru máli. Já, já. Og þar með komust þau í umfjöllun. Einmitt. Þetta þótti algjör snillt og er mjög þekkt hjá þeim sem hafa grúskað í þessu. Þessi maður, Gravel, hann hefur verið að vinna í þessu 9.11 máli. Já, reynda má benda á, sko, að fullt af þessum, ég veit ekki hvort að þessi gaur eða annar, sumir af þessum gömlu gaurum, sko, eru ennþá að vinna fyrir CIA og þeir eru að vinna sem disinformerar. Og ég veit ekki hvort á við þennan gaur, það er einn Ellis gaur eitthvað sem er að tala um, sko, að olían sé búin að ná toppi, sko. Núna fer það niður og allt fer í klessu, sko. Manstu eftir þessu gaur. Þetta er bara huga lygi, sko. Olían nefnilega myndast aftur. Það er lygi að olían sé eitthvað endanlega resource, sko. Þú sér að meira sem er fracking geta búið til olíu og vatni, sko. Nefnilega bara það er ekki hagkvæmt, sko. Þannig að jörðin er stöðugt að búa til olíu. Og þetta er einmitt svona fyrirverandi CIA-gaur sem var í svona leiksýningu. Svo voru þeir alltaf að birta einhverja pappíra sem eru bara leiksýning. Það er ekkert að
þetta eru upplýsingar sem hvað sem allir vissu eða eitthvað slíkt sko. Og sko ég reyndar hlusta á disinformera því að til þess að vera trúverðugir þá þurfa þeir að gefa svona ekki minna en 80% af réttum upplýsingum og disinfoið í cirka 20% af því sem að bladra út sko. Og þá þarf maður bara að hafa næmt eyra að heyra eða það geta greint á milli hvað og maður heyra það með þessi tón til þess að þeir eru að tala live þá sérðu það bara í andlitssvipunum reyndar er það svo erfitt í dag að sjá andlitssvipa því allir eru bara sprautaði botox sko það tala allir svona bara og sér John Kerry hann bara dofinn sko maður finnur aðeins næmi fyrir disinfo-gaurum með því að hugsa ég beiti því þeirri aðferð að hugsa hvaða áhrif hefur þetta á mig sálrænt hvaða áhrif hefur boðskapurinn á mig sko meira undir niðri hvernig virkar hann á mig sem hvati Já, ég reyndi að berða meira saman við scenarión sem eru í gangi Svo, þú veist að ég hef verið að tala um hana 21 þarna markmið frímúrara og hana Protocol of Zion þá er fyrsta sem menn segja alltaf já þetta er bara falsa, það er ekkert að marka þetta tengist ekki einu en einu þetta er bara bla 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 þetta er bara fyrir mér eins og ef ég kæmist væri handboltaþjálfari og kæmist yfir leikjaplan hins handboltaþjálfarans þá myndi ég kannski ekki ég myndi hafa það svara á mér kannski er þetta brella til þess að ég tapi leiknum sko já. Svo spilar hann bara eitthvað allt annað prógram þannig ég myndi halda þessari bók svona sína til hliðar svo myndi ég sjá svona fyrstu tvær sóknirnar og varnirnar og segja, já, heyrðu, þetta stemmir allt, sko. Og þá fer ég að treysta bókinni betur, sko, skilur. Og það breytir einhver fyrir mig hvort einhver segja, þetta er allt sem að falsa, hentu þessu bara ruslið, veist ég. Og sam er ég að gera með þessar tvær dóðranda, sko. Að sko, ég svona glugga í og segja, já, þetta stemmir við þetta og hann er eins og myndin Brave New World. Að maður sér sko, já, þetta stemmir við þennan nafn og þetta stemmir við hér. Þannig meira losa ég mig við disinfo hana. Halló, Guðjón. Þetta koma þetta inn áttur, já? Já. En mér langar að koma að útskýra því að þetta kannski virkar svolítið langsátt sem ég var að segja það. Já. En ef við horfum til dæmis á David Icke, þegar ég horfi að það er alveg sama hver það er, ég hugsa já þarna er einhver að segja eitthvað. Já. Punktur. Ég tek ekkert á orðinu. Nei. Og segi þarna einhvern en lykillinn er hvað sé ég þegar ég fer sjálfur að grúska. Já. Og David Icke segir alltaf, hann segir ég er ekki að reyna að fá þig til þess að gera eitthvað. Nei. Ég er ekki að reyna að fá þig bara til að vera minn áheyrandi. Nei. Ég er ekki að reyna að fá þig til að segja já við því sem ég er að segja. Ég er að segja við þið farðu og grúskaðu sjálfur. Já, einmitt. En það gæti líka disinfoanir sagt, sko. Jú. En David Icke hefur opnað margar hurðir, sko, og gert mikið af góður hlutum, sko. Og svo verður maður átt að segja á því að eins og David Icke, hann talar líka í líkingamyndum. Eins og þetta með Aragorn og eðlurnar, sko, þær hafi myndað mannkinn. Að ég tek þetta ekki bókstaflega, sko. Ég tek ekki reptilians bókstaflega. Nei, en hins vegar er sko, ef þú skoðar goðafræðina, okkar vestrænni goðafræði, þá tel ég með múslimatrúna og gyðingdóminn og okkur, kristnu, þá sérðu þess að áran snáka í öllum þessum bókmenntum út allt. Það eru snákar allstaðar. Og ef þú lítur á í Egyptalandi, þá eru þessi þetta eru snáka þessi höfuðföt sko eru snáka goð sko og sko ég held að snákurinn sé og svo manstu Mósi breytti stafnum í snák og allt þetta
að sko snákurinn náttúrulega hann býtur og fer sko, hann býtur hratt og svo hann bara farinn sko. Og þar kemur til dæmis blitzkrieg og alls konar svona skyndi árásir upp sko. Og þar sé ég til dæmis eins og með bólusetningarnar sko, þú verður áttað á því að þeir hugsa svolítið þannig þessir New World Order psykopatar að ef það myndað snák fyrir ofan eitthvað hús og þú lappar inn og átt svo eitthvað viðskipti þá ertu búin að gangast undir vald snáksins sko. Og þá þetta engin glæpar að þetta var gert með þínu samþykki. Og sama sko, þú ferð inn í hús með mynda snák og þeir allir í verkfalli núna þessi snákar að þeir eitthvað ósáttu við hlutin frá lyfjafyrirtækjunum að það bara allt vaðandi í snákum og þú ferð og færðir raun eitur sko, eitur snöggt bara búið og þá komin tekjulind alla þín ævi sko, frá ríkinu, ekki frá þér, skiptir engum máli þóttu þessi öryggi eða hvað þegar ríki mun borga ég hef heyrt meðferð sem tekur 1 ár kostar 100 og eitthvað milljónir sko. Ein meðferð fyrir einn einstakling og Cancer is big business. Já þannig að ég sagði þetta nú við einhvern lækni eða sem sagði þetta undir einhverja grein ég var að segja það, ég ekki bara komin tími til þess að hvíla einhver eitubrasara eins og bara skoða einhverja náttúrulækningar eða eitthvað svona að viti og þá kom bara frá honum já, við skulum vona að þú þurfur ekki að nota læknisþjónustu og það sko 32 hugsanlega morðmæður rannsókn í heilbrigðiskerfinu sko. Ég gleymdi að setja hundana í búr. Já, hundarnir velkomnir líka. Það allir velkomnir hérna þátt sko, engin rammi og ekkert vesen sko. Það einhver bíl að leggja maður þetta. Einhver bíl að leggja bílnum fyrir þetta. Já, þetta ekki CIA bara. Við erum ekki átti nógu stórir til þess að vera komnir inn í filterana. Já, þeir skilja ekkert íslensku líka. Þeir eru bara, what? Já. Mér finnst snákurinn mjög heillandi viðfangsefni og ég forðast það í mínu grúski undanfarin ára að vera að koma með svar fyrir hvað snákurinn í grúskinu mínu. Já. Vegna þess að eins og þú ert að nefna með fortíðina að snákurinn á öllum gömlum hofum og höllum í flestum stóru ríkjunum sem eru fyrir 2000. Já. Það skiptir engum máli hvort þú ert í Kína, Mesopotamíu eða hjá Andes, Indjánum hvað hétu þeir Indjánarnir í Mexíkó? Majarnir. Majarnir, já. Allir með snák. Allstað. Og ég hef velti fyrir mig hvort, og ég hef séð dokumentaris þar sem fólk að velta fyrir sér, var snákurinn eitthvað glóbal fyrirbæri hér áður? Erum við að sjá leifar af einhverju gömlu glóbal fyrirbæri? Já, reyndar heyrði ég mjög athyglisvert hjá honum Alex vinn okkar. Hann svolítið sögupælari. Ég held að hafi komið frá honum. Hann var að tala þrælana í Afríku sko. Nú virðast allar þessar siðmenningarnir, majarnir, Afríku, træbalismin og alls þar, nema náttúrulega indjánir sem voru alveg öndvegisfólk, synd að það skildi að vera farað svona með indjána, að alls staðar voru brjálaða mannfórnir eins og í Afríku þá voru alls konar svona höfðingjar sem mynduðust. Þeir voru bara stund að það að veiða fólk alls þar og fórnaði fyrir einhverja svona guða hugmyndir sko. Svo komu hvítu kaupsýslumennir sem var sagt að finna eitthvað vinnuafl sko. Og þeir náttúrulega byrjaði að tala við höfðingjan og segja já, heyrðu, ekki þú þarf að vera að drepa allt þetta fólk, ef ekki bara að kaupa þetta af ykkur og láta ykkur fá eitthvað í staðinn. Og þannig gerðist það, að hvítu menn voru ekki að veiða svart fólk til þess að selja í þrældóm, það var bara fólk sem að slapp við fórnina sko. Já. Og í Bandaríkjunum þessi svona frægasti stereotypur þrælahaldið, þar var sko alltaf einn þræll sem fékk að sofa í húsakynnum þrælahaldarans.
og hann var svona í ákveðinu lúxus og sko, miðað við hina þrælana var hann bara konungur sko. Og það eru þessi valdstjórn á Íslandi sko. Og þessi gaur til þess að halda stöðunni sín í fína húsinu sko, hann missi hika ekki við að drepa einhverja þræla út á túnni til þess að missi ekki stöðuna sína á heimilinu sko. Nú þetta er nú þekkt í fangabúðum nasista. Já, þannig að Judenrat, sama þar, júðarottunar. Og þegar ég segi þetta, þá þú heyrir aftan í höfðinu á gyðingahatur, er hann að segja gyðingahatur? Er hann að segja gyðingahatur? Halló? Fangelsi. Já, bara... Málið sko, þetta það sem gyðingarnir kölluðu hina gyðingarna. Þannig ég saklaus, ég ekki að hata gyðingar. Já, hann var það versta við hann helvítis hatursára og sumir hafa farið í fangilsi bara fyrir það var að því að þeir hefðu kannski sagt eitthvað. Já, þú veist söguna Silvíu Stoltz, náttúrulega. Já. Hún fór í 30 ára hvað segir þau? Hún var við Ernst Sundel, var það ekki? Já, einmitt. Og hún sagði sko, ég gerði nú vídeo þetta sko. Og einmitt eitt frægur rithöfundur í bænum, ég setti þetta á vegginn hjá hann, hann var að tala Hitler eitthvað svona og hann bað mig vinsamlega að fjalla þetta var ómikið þetta var óbrótætt fyrir heimsmyndina. Það tekur önnur 20-30 ár þangað til má tala þetta. Ég reynda að gera hlutirnir alveg rosalega rætt núna. Já, reyndar. Og ég að sjá meira og meira talað þetta ónefnanlega. Já. Það í fangilsi verið að tala En það eitt sem þegar vorum í hagsmunasamtökum heimilanna þá, sko, við heyrðum aldrei neitt í neinum. Það var enginn sem hafði áhuga að tala ykkur. Svo þegar ég fann upp þetta blessaða greiðsluverkfall, þá voru allir, og það var svona að fara að líða því að koma að verkfallinu, þá fóru mæta alls konar framsóknarmenn bara, já, eru hvað ætlaði að láta verða af þessu, eða hvað, ég að spá í það, og alls konar kom fullt að liði, sko. Og að fara að bjóða okkur alls konar fundi með okkur ráðurum og alþingismönnum og alls konar slíkt. Og ég tók eftir þá að þeir voru bara að stela lingóðan okkar. Það sem við vorum að segja, að það verður að leiðrétta þessi glæpa lán, þá fór þeir í kosningana, já, lána leiðrétting, það er málið. Þeir voru bara að mæta þess að stela alls konar drastli, sko. En þetta háskóla samfélag bara samfélag þjófa og dusilmenna, sko. Það er mikið af hugmyndaþjófum í gangi. Ég ætla kannski að sækja háskólanum, einhvers staðar. Og þetta er eitthvað sem er ekkert að fara. Fólk sér setningu, slagorð, frasa. Ég hef séð jafnvel fólk pikka upp af öllum frasalínum, þá hef ég séð pikkað upp efni frá sjálfu mér og fólk skrifa sem er sitt eigið. Já. Já, það er nú alltaf þannig reyndar. Það er nú alltaf þannig reyndar. Já, mér finnst það bara áhugavert að fólk gerir það. Já. En ég sko, til dæmis ef það hefði verið farið í alvöru greiðsluverkfall, þá hefði niðurstaðan orðið allt önnur, sko. Fólk virðist eiga mjög erfitt með að kveikja á perunni hvað varðar þessa bankaspillingu. Hvort sem það er að sniðganga kortin eða heimabankana eða pína bankana með því að fresta greiðslum og lánum. Eins og þessi ég verið að tala að borga sléttamánuðin og geima 8-mánuðin, borga á báða saman. Þá kemur frasi eins og já, þá borga ég vexti og það er of dýrt fyrir mig og nei, ég fæ enga aðra til þess að vera með og nei. En svo fer það heim og töðar yfir því hvað stjórnkerfið og elitan sé ósanngjörn. Já, en svo tapaði þetta fólk bara húsinu 1-2 ára seinna, sko. Já. Þannig að ég veit ekki, þetta er saman alltaf fólk sem fór í fyrstu verkföllin eins og ég skrifaði þarna í þessari greinagerð og tók fram í vídeóinu sem ég gerði greiðsluverkfalli. Að fólk sem fór í verkfalli í gamla daga, sko, það var bara mætt með kylfur, sko, þegar var í svona verkfallsvörslu. Já. Það mætti bara gaura með kylfur til þess að berja það og fólk var jafnvel drepið, sko, ekki jafnvel mikið á Íslandi kannski, en úti voru menn bara dritaði niður með vélbyssum, sko. Já. Eins og stendur til að fara að gera á Íslandi, sko. Rittaralið og sverð. Já. Í Bandaríkjunum var algengt að reyna að ríða fólk niður með rittaraliði. Já.
og hérna meira þess að sumir sem að tóku þátt í þessum verkföllum eða skipulögu, þeir fengu aldrei vinnu aftur, sko. Þannig að núna er fólk bara, þú veist, það er bara fast í einhverjum bómul, sko. Já, og þá fer maður að hugsa hluti eins og mótmælin í gær. Já, Guð hjálpi mér, sko. Hvað voru margir myndaðir í gær? Herðu, sko, þetta lið er bara eitthvað fíblast í hausnum á mér. Hann kallar sig hérna Svavar Hexagon. Veist hvað hexagonið er? Í frímúrreglunni, sko, oktogonið í Svitzerland og Rauðakrossfáninn er oktogon og Riddarakrossmerkið er oktogon. Og oktogonin er, sko, ef þú tekur píramída og fletur hann út, þá verður hann Riddarakrossinn, sko. Og það er oktogonin, sko. Það er og hexagonin er svona eins og lögreglan með hexagon hérna á enninu. Þannig að, og svo eru löggumennir alltaf í einhverjum búningalið, hvað meinar við, frímúrararreglan, og það er bara allt útkrottað í frímúrararregli. Það er einhver gaur sem vinnur hjá SO, hvað meinar við, ég er ekki að vinna hjá SO, hvað meinar við? Þannig að hvað segir þið? Það eru margir sem vita það að SO stendur fyrir SO. Stendur fyrir hvað segir þið? SO er eitt af 6 fyrirtækjunum sem Rockefeller stofnaði þegar Standard Oil, skammstafað SO, var skipt upp í 6 fyrirtæki. Þetta var 1990 eitthvað. Og 6 gæti verið, ég man það ekki alveg. 92, þetta er á þeim árum. Rockefeller var orðinn of stór með olíuhreinsunarstöðvarnar sínar og dreifikerfið. Já, það stendur ennþá sem Standard Oil. Já, ESSO. Eins og MS, sko, er MOS. Já, ég veit. En hérna, heldur þú að ég hafi komið í veg fyrir hroðaverk á Austurvelli með að tengja punktana og með ebóluna, því þeir virðist hafa verið að koma með ebólusjúklinga, en þeir breytti því í flug á síðustu stundu? Ég veit ekki, ég vona það, vegna þess að ég vil trúa því að það sem við erum að gera sé að hafa áhrif. Það hefur allavega áhrif á okkur. Sko, við erum ekki að fá endilega svo mikið af fólki til að kinka kolli, smella like, dreifa áfram. En hugmynd sem heyrist, hún er eins og snákurinn. Hann bítur þig, hann skilur eftir eitur, það gerir eitthvað. Það skiptir máli það sem þú segir. Já, reyndar er ekki eitur sem kemur frá okkur. Hvað segir þið? Það kemur reyndar ekkert eitur frá okkur. Nei, en þetta er eins og varst að tala áðan með þegar pólitíkusinn, hann hugsar, já, heyrðu, þarna hjá hagsmunasamtökunum er verið að tala góða hugmynd. Ég ætla að fá að heyra hvað er í gangi, kannski get ég notað þetta í því sem ég er ekki. Og ég tók eftir því til hans fyrir kosningarnar þegar að hægri flokkarnir sem nú eru við völd fóru að tala við ætlum að halda þessu þjóðlega á lofti. Þá var Íslenska þjóðveldisfélagið búið að vera að hamra með sínum greinum og fullu í hálft ár. Ég tók eftir á þeim tíma í svona síðustu 8 vikurnar fyrir kosningar að þá komu reglum greinar í mokkanum þar sem verið að fjalla gömlu sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og reyna að tengja stjórnmálabaráttuna við þetta forn þjóðlega sem við vorum að leggja. Greinar hvítbláan sem við erum að nota. Og ég er ekki að segja, sko, nú vorum við ekkert að fá neina áhrif, við vorum ekkert að fá neina hlustun. En ég var búinn að sjá að það voru aðilar í elitunni sem vissu af skrifunum okkar. Ég var nú mest í þessu. En það er einmitt það sem elitan gerir, hún tekur eftir, er þarna á ferð einhver hugsun sem gæti orðið eldfinn. Best að bregðast við áður. Best að krossfesta hana strax. Og hvort sem við notum hugmyndina eða stoppum hana eða breytum okkar eigin aðferð. Já, en þeir eru búin að gera mikið af þessu núna eins og með rannsóknarnefndina. Þeir taka, sko, ef það er framið svona risaglæpar eins og gerðu gegn íslensku þjóðinni, þá er fyrsta sem menn gera að skipa einhvers konar rannsóknarnefnd og sérstakann saksóknara. Þeir skipa það og keyra það svo bara út í móa, sko. Segja, það er búið að pröfa þetta allt saman, það virkar ekkert, við getum ekkert gert meira, við erum búin að pröfa allt, sko, en viljandi eyðilega þeir allar tilraunar, sko. Já. Þannig að... Þetta er 101.
Þetta er svo að ég kom fyrst hérna fram með orðið klíkukapitalismi. Ég fann það orðið upp líka. Þá kom mér að segja Hannes Hólsteinn nokkru viku sinna, já, það er vandamál Íslendinga þessi klíkukapitalismi, aðal klíkukapitalismi, bara það sem skrifaði handritið, sko, af glæpnum. Þannig að þetta var alveg. Já, en ég, sko, maður stundum að pirra sig á fólki, sko, og reyndar talandi dreifingu, rásinn mín er í rosa dreifingu núna, ég með, sko, milli 500 og 1000 á dag, sko. Og mikið að horfa aftur, sko, alla seríuna, sko. Og þessi vídeo sem ég gerði núna penningablöffið og þetta að fá 6, 7, 800 áhorf, sko. Þetta mjög gott, mjög gott. Ja. Þetta skiptir miklu máli og það spilar inn í að því að þú ert búin að vera þéttur frá upphafi að fylgja þess eftir. Ja. Koma með myndbönd, vinna heimavinnuna og slípa því hvernig þú kemur þessu frá þér. Það með allt svona. Maður þarf að vera sífellt að. Ég held reyndar það sem hafi skilað mest og áhorfi að það fer fólk hvað ég hitti mikið rétt í mark, sko. Ég með cirka 80-90% nákvæmni, sko. Og þetta það fullt af fólk. Þegar ég að tala við fólk og ég minnist á efnið þitt, þá kannast ég við að fólk sem ég jafnvel segir, já, jú, ég hef séð myndband, já, jú, það ekki hann sem með samsærismyndbandin og svo framvegis. Fólk man. Já, ég er gamall markaðsbolti, þannig ég bara kom strax fram sem samsæringurinn. Ég var ekki að bíða eftir að einhver myndi klíma það á mig, ég bara kom undir í nafni. Þetta hef ég ekki viljað gera með efni sem ég var með á sínum tíma. Ég vildi bara koma ákveðin efni frá mér og fara svo að gera eitthvað annað. Já. En hvað segirðu? Er ég meira að takast að lækna þig á hópismönnum? Mig? Það að senda þig meira í pillur eitthvað? Við hefum aldrei verið smitaðar á hópismönnum. Við erum bara ekki að kalla þetta sama nafni. Nei, ég stend mig oft að því að vera með eitthvað svona hugmyndur eitthvað, já, svo eitthvað ráð og eitthvað þjóðþing eða svo kom allir saman og taka þessa vondu kalla og þeir fá magli málagjöld og þeir ætla bara, herðu, Axel minn, þú varst að taka fyrsta sopan, bara koma, hætti þessu. Þannig ég er búin í nokkra mánuði alltaf að hugsa einhverja lausnir, sko, já, svo gerum við þetta bara svona. Það var, þetta var hópismi. Það er ekki, sko, þetta er bara þannig sjúkdómur, hópismi, að þú tekur bara ekkert fyrsta sopan frekar en alkohólistinn, sko. Ef þú tekur fyrsta sopan á dómstóll, hópismi, og þess vegna var ég að hugsa, reyndar hún vinkona var í dag að tala hún vill hafa dómstóla og allan pakkan, sko, og panta krana og allt þetta. Hún var að tala um dómstól, sko, og sko, dómstóll er pólitík og pólitík er hópismi. Og ég var að hugsa þetta í dag, ok, hvernig leysum við það þá? Málið er að lögin þurfa að vera sjálflýsandi, self-evident. Eins og þeir sögðu sem gerðu Bill of Rights, þeir sögðu, sko, þessi réttindi mannsins eru sjálf sönnuð eða sjálflýsandi. Það þarf í raun ekki, þetta er svo þyngdarlögmálið. Það er nánast sjálfsannað, skilur. Það var eitthvað gaur sem að skrifa það niður hvernig það virkar og eitthvað svona og hann kom með alltaf massa pælingar og svona, það er alltaf leið með það. En það þarf ekki, ég held að sé engin manneska sem að muni segja nei, ég er á annarri skoðun með þetta þyngdarlögmál, sko. Ég er ekkert sammála því, það er svona bara sjálfsannað, held ég. Já, þetta er góð punktur, ég ná mér einu reynd. Já. Sko, ég er með svona í þessari pælingu með það sem þú vorst að tala með hópisma að því ég er náttúrulega búin að vera að vinna mikið með trúmálin og það er svona eiginlega það sem áhugum minn allan. En ég er ekki að gera það á íslensku, ég er að gera það á ensku. Á hinum prófílum mínum, en sko, að því ég er búin að vera að hugsa ofsalega mikið núna síðustu árin eingyðistrúna og þetta tengist.
Ég veit að trú ekki vinsælt umræðuefni hjá vinum okkar. Já, ég trúi því. En það er búið að sitja í mér núna í svolítinn tíma hvað er skurðgoðadýrkun. Já. Vegna þess ef við skoðum eingyðistrúna, hvort sem við erum í íslam eða júdisma eða kristindómi, Zoroaster eða einhverju annarri útgáfu af eingyðistrúni. Já. Eða hvort við erum þá að fylgja með öðrum orðum Móse eða Jesú eða Múhameð eða Zoroaster. Þetta er svona svolítið spurning hvaða spámanni ert að fylgja. Já. Og kristinheimurinn lítur svo á að Jesú sé sonur Guðs og fyrir vikið hálfguð og þorigjaurinn að fylgja honum. Það er bara þannig. Já. Það er víst ekki allir kristnir menn þar, en ef ég fer bara niður í mjög krítíska greiningu, þá eru þetta allt spámenn, allir sem er að boða eingyðistrú. Og kjarni hjá þeim öllum, bara tökum Múhameð sem dæmi, af því hann er svo óvinsæll í dag, af því allir eru á móti moskum og á móti. Hann harðbannaði að væri gerða myndir af sjálfum sér. Já, já. Hann harðbannaði að væri gert eitthvað sem gæti orðið átrúnaður á hann. Hún reyndar mistókst það. Ég reyndar sástu myndbandið við þarna Guð og Guð, eða? Já, ég var mjög ánægður með hann. Já, þetta er þessi stikkfrí-leikur, manstu þegar maður var í stikkfrí í gamla daga, í síðasta leik. Já. Þá hljófstu svona og svo bara, já ég er stikkfrí, lókur og læsi allt í stál og enginn má snerta mig. Þetta er rosalega mikið trúarbrögð, pólitík, peningakerfi. Þetta er svona stikkfrí leikir. Og ef þú lest Biblíuna til dæmis með Móse, þegar hann kom niður af fjallinu með hérna lögin, þá sagði hann engin annar má fara á fjallið, það er alveg stikkfrí, lók og læs og allt í stáli. Já, og ef þið reynið að fara upp á fjallið þá munið þið deyja. Já, ok. Og ég er með lögin, það má engin annar gera þetta sem ég er að gera. Og sama ef þú skoða tjaldbúðina, eftir að hafa verið nokkur ár í krossinum, þá veistu allt um tjaldbúðina. Okay. Það kemst engin í gegnum 6 mánuði í krossinu þegar við að heyra kennslu um tjaldbúðina og það myndaði við alltaf uppi sem er bara gott og það veist að tjaldbúðin er svona 3 stig það var semst að allra heilagast að það sem sáttmálsörkin var síðan er fremri tjaldbúðin og síðan það sem að svona forgarðanir og það sem að sáttmálsörkin er þar var svo mikill heilagleiki Guðs að prestarnir sem fóru þarna inn alveg skjálfandi, þeir áttu til að deyja þarna inni, það var svo mikil andi Guðs, og þarna inni var sáttmálinn, Sama er með peningaprentvélarnar í dag, að það er svolítið svona, já ég sé að prenta peninga, stikk frí og lók og læs og allt í stál og enginn má gera annar. Það er nákvæmlega sama kerfið, og allir sem hafa komið nálægt þessu allra heilagasta, það sem að sáttmálsörk peningana liggur, þeir eru allir steindrepist, eða þannig, eins og Kennedy og fleiri. Og þeir þarna, það er sagt frá því í Biblíuna, þeir bundu snærispotta ökklan á prestónu sem fór inn til í allra heilagasta þetta fórn einhverju þar náttúrulega. Og þeir settu bandspotta þannig að ef hann myndi drepast þá gæti dreigja hann út og þeir eru svona að fara inn sjálf. En þetta er þetta er bara stikkfrí leikur, Já. Og saman má segja, já ég má skattleggja alla stikkfrí, lók og læs og allt í stál og engin annar má gera. Þá bara þarf ég ekki að vinna meira og mín fjölskylda og minn blóðleggur alveg langt og nær, En þú ert hérna komin með 2 mjög góða punktar sem tengjast því sem ég er að hugsa. Já. Og annars vegar ef að lögin eru self-evident. Já. Ég veit ekki hvernig ég á að segja þá á íslensku. Sjálfsönnuð. Já. Ok. Tökum síðan allan þennan frumsko af hugmyndum. Já. Tjaldbúin var til að mæld nákvæmlega út. Allt eftir. Já. Hver má fara á fjallið, hvar eru reglurnar, hver er sáttmálsörkin,
hver peningaprentvilin, hver má gera þetta, hver á að gera hitt, reglugerðir, útskýringar. Sko, hvað þetta? Þetta ekkert annað en eitthvað sem þú setur á milli þín og þess sem self-evident. Nei, ég held að þetta sé alrangt. Ég held að þetta sé það sem þú setur á milli þín sem ætlar að taka við skattinum og þess sem þú ætlar að pína til þess að borga skattinn. Ok. Þetta snýst bara þá ekkert nema það. En hins vegar, eins og til dæmis boðskapur Jesú Krists, sko, ég lýsti því svolítið í þessu vídeói, að þetta er svona eins og kaf eftir perlum í sjó og skít, sko. Og ég reyndi búin að senda eftir, ég ætla að fara við Stefán Miljó, ég ætla að taka hann í debate þetta. Aðalega því ég stann á netinu. Hann erfiður skratti. Já, ég best undirbúin því ég undirbúin mig ekki neitt, sko. Ok. Ég búin að læra það. En málið það, hvað sér þau? Ég mjög hrifinn af Stefáni og margur sem hann gera, en það líka hlutir í honum sem að ég tek með mikilli varúð. Já, hann náttúrulega Rand Corporation gerling, sko. Í mínum huga hann orðinn disinfo. Í mínum huga, sko. Já. Ég get ekki Já, hann bara veður ákveðin vill að svima með ákveðna hluti, sko. En það alltaf leið, ég þarf ekki að vera sammála neinum 100%, sko. Það vera sammála einhverjum 80% þegar yfirdrifið nóg, sko. Nei, mér margt efnum frá honum alveg frábært. Já, og þessi bók hans, Universally Preferred Behavior, sko. Æðisleg bók, sko. Þess vegna segi það, þó mín skoðun horfðu samt á hann. Það þessi við. Já. En mér langar að koma aftur að hópismannum og skókvadyrkunni. Ég verði ekki alveg til að sleppa því strax. Nei. Vegna þess að það voru sitja eins í mér eins og bara ef við förum alveg aftur og bak til Abrahams til dæmis. Hvað hann var ofsalega harður á hvað væri skurðgoðadyrkun og hvað ekki. Já. Og ég fór að skoða þess eins og til dæmis gyðingar voru með reglur það hver spámaður og hver ekki. Og það voru 2 kriteríur sem að skipta öllu máli. Hann að setja Guð fyrst og fremst? Atriði sem að skipta öllu máli. Ég misti þarna á síðustu sekúndunum. Það eitthvað trufl. Kriterinn hjá gyðingum til þess að ef einhver spámaður kom fram, vildi eiga erindi inn í kanónuna, að hann yrði með í þessu bókasafni sem kanónan og Gamla testamentið Já, einmitt. Að þá þurfti umfjöllun hans að setja Guð í fyrsta sæti. Já, þetta það sama að gerast núna, sko. Þetta sama konsept og í gangi núna og sér það í dag á Íslandi, við tökum bara stöðun á Íslandi, þá sáttmálsörkin liggur í Seðlabankanum, sko. Og þú sér það, sko, fólk ekki einu svona mótmæla fyrir fram að rétt hús. og fremri garðurinn, sko, þar voru prestanir og þar voru svona þeir sem voru með eitthvað málefni og þar voru milliliðinni semst á milli þessara sáttmálsörkar og fólksins. Þeir voru þarna í fremri í forbúðinni. Og það eins og alþingi og þessi elitan og prestanir, þetta lið allt saman, valdstjórnin sem við kallum. Þeir eru þarna í forbúðinni, sko. Og þeir varna því að nokkur komist inn í það sem sáttmálsörkin Þannig að þetta sami strúktúr og eru þjóðfélagin á Íslandi í dag. Og ef að eins og núna, bara eins og ég var að segja áðan með hagsmunasamtök heimilanna, leið og við fórum að koma með einhver alvöru lausnir eins og greiðsluverkfall, þá mættu þeir allir, já, hvað það að segja, já. Eru þið svona spámenn og vildu strax setja okkur í eitthvað form, sko, og voru alveg til að ræða við okkur og gera alls konar og bjóða okkur í mat, ég þetta myndi aldrei þykja, en voru alveg til að gera alls konar svona fyrir okkur og leiða okkur að fá okkur svona smá embætti og eitthvað svona. En þetta það sem þú kallar hópismann? Hópism, já, þetta sko, þetta það sama og ég segi stundum, sko, ef
ef einhver nauðgar konu skiptir, ef hann er í blárri skyrtu er hann saklaus en ef hann er í gulri skyrtu þá er hann sekur. Skilurðu, nauðgarinn er hópisminn. Hann þrífst á því að einhver vill ríða einhverjum og hann tekur eitthvað sem hann hefur ekki rétt til að taka og ríður honum, sko. Eða nauðgar honum og þessi formisti, þessi formleg heit, og þetta kallar þetta spámenn eða heilagamenn eða stjórnmálamenn eða hugmyndasmiði eða háskólamenn eða hvað sem er, það er fyrir mér umræða þessi nauðgari sem heitir hópisti í hvernig fötum var hann. Voru þau skrautleg? Já, þá er þetta nú sennilega í lagi, sko. Þú veist, það er bara, what? Var hann í sokkum? Já, þá er það alveg pottitt í lagi, sko. Það er allt þetta og enginn vill tala stikkfrí glæpinn, sko. Í myndbandinu mínum Guð og Guð og Guð. Já. Þar komstu með setningu sem ég veit ekki hvort ég man hana nákvæmlega. Það voru að munna nákvæmlega, annars eru nógild. Letta þessu. Hugmynd sem fangar huga þinn. Já. Ég held ég hafi komið munið þetta rétt. Hugmynd sem fangar huga þinn. Já. Ekkert ósvipað eins og það að fólk fyrir mótmælanir á Austurvelli fyrir framan Alþingishúsið vegna þess að það er fangað af þeirri hugmynd að þar sé valdið. Já. Og ég fyrir vikið ekki að fyrir aftan það aðeins 200 skref í burtu, þar er húsið með valdinu. Vegna þess að það er einhver hugmynd sem eru fangað huga þeirra. Já. Og í mínum skrýtna haus, þá er það skurðgoðadýrkun. Já, hvernig skýrgreinir þú skurðgoð? Skurðgoð er allt það hugmyndakerfi sem fangar huga þinn og beinir huga þínum og krafti þínum frá þínu eigin innra valdi. Já, ég kaupi það ekki. Fyrir mér er, sko, hugsum okkur að sáttmálsörkin, hvort sem það eru peningar eða trú eða einhver sem snýst vald, sem er stikkfrí örkin, kallaði við hana hér eftir. Hugsum okkur það sé orrustuþota. Já. Og ég er á orrustuþotu og ég ætla að fara að taka hana niður, sko. Og þú kannast við þetta flares sem það kasta aftur úr sér eða skýt eldflaug. Já. Þá verur sig með að kasta aftur flare. Og það með springur ógnin þar bara og hún flýgur áfram eins og ekkert sé. Allt þetta dæmi, skurðgoðadýrkun, UFO, lýðræði, lýðveldi, kommunismi, kapitalismi, kristintrú, gyðingdómur, múslimi, trú, Búdda, Bama, bara you name it, sko, eru flares til þess að þú komist ekki að markinu sem þú ætlar að breyta eða ég er ekki eyðingasinni, ég vil helst ekki eyða neinu, ég vil bara hluti komast í lag. Og allt þetta fyrir mér er flare. En þar með er ég ekki að segja, sko, fyrir mér skiptir ekki öllu máli ættfræði Jesú. Og hvort hann var Hórus eða ekki Hórus og hvort að hann settu saman úr þessum 400 köllum sem voru svipaðar og hann áður. Og ég er svolítið hrifinn af þessu sem Santos segir með að þessar líkingu Zodiacin og allt þetta. Þetta skiptir ekki máli. Það sem að kemur fram, það sem Jesú er að segja, er þessi individualismi alveg hreinn og klár. Hann er að segja, sjáu þið hverju skattlega konungar heimsins, hvern skattlega er börnin sín eða ókunnuga? Já, þá eru börnin hans frjáls. Vist bara, wow! Hefur einhvern veginn heyrt talað um þetta í kirkju? Nei, mér finnst þetta mjög góð punktur. Ég hef hvergi séð hjá þér. Nei, já, þetta er bara það sem Jesú sagði og stendur í Biblíunni, sko. Og ég sá þetta í myndskeiði hjá þér í fyrra, 4 til 6 vikum eftir ég samti bókina mína orðatal, þar sem ég nú að pæla mikið í Jesú. Já. Og mér fannst þetta alveg frábær punktur, ég sagði, vá, þetta hef ég hvergi séð annars staðar. Nei. Og geymdi þessa pælingu.
Og sama þegar hann var spurður með með tíundu fórnu, þessi tíundina, veist, eigum við að greiða Guði skatt líka og þá spurði lánaði með pening, hvernig lítið þessi peningar út? Og svo, já, heyrðu, hvaða mynd hérna? Það Sesar, já, þá þetta bara hans dót, ég vil ekkert með þetta hafa, það kemur mér ekkert við. Ég ekki að tala um þetta, svo veit. Og það sko, allt sem Jesús sagði sko í 2000 ára alls konar svona pólitískir spjáturunga búin að vera að breyta, já, látum hérna þarna komum við tíundin á sko, greiði í Sesar það sem Sesar sér og Guði það sem Guð sér og við erum umboðsmenn hans og alls konar svona maður þarf að ná konseptinu Jesú og ná perlunum og svo þarf maður að þurrka af sko, já, ég skil það er oft búið að hnýta aftur við og framaði og jafnvel í minninu búið að þetta er bara ekki neinu samengi við það sem að Jesú var að segja, þetta er bara eitthvað allt annað pæling sko, hann var að segja sjáðu fuglana, þeir þurfa ekki neitt, þeir bara hafa ekki samir eins og með lundapælingar hjá mér, akkur er ekki lundar útdauð, það er ekkert eftirlit með þessu fiski sem er að éta eins og engis í morgundagurinn, þeir ætla allir að vera steindauðir, ekki fá þeir bóluefni. En hérna erum við aftur komin að hópismi / skurðgoðadýrkun. Hæ? Ok, ég ætla nú ekki að reyna að sannfæra þig nei. Það situr stundum í mér í tengslu við þetta þegar að Jesús situr við brunninn og það kemur, minnir mig, var það ekki samverjakona sem kom á brunninn? Samverskona, já. Og hann biður hana vatn að drekka. Já. Og hún hreytir einhverju í hann. Og hann svarar tilbaka, þau spjallaði saman, en hann segir síðan við hana, ég mun gefa þér vatn að drekka sem verður að lind í brjósti þér sem verður til eilífs lífs. Já, sem er individualismin eða einstaklingsismin, sem þýðir þá, þú þarft ekki alltaf að vera að bíða eftir einhverjum öðrum til þess að gefa þér að drekka, þú bara ert með það sjálfur inn í þér. Með öðrum orðum, þú þarft ekki einhverja hugmynd frá einhverjum öðrum til að fanga hugðin. Nei, það getur bara alveg. Og þarna erum við aftur komin að þessu sem ég var að tala með spámennina áðan. Það var þessi kríterja, er spámaðurinn að reyna að fá þig, að hvetja þig, is he trying to inspire you, til þess að finna þína eigin innri lind og þitt eigin persónulega samband við það sem þú trúir á. En orðið spámaður er fler. Það skiptir, spámaðurinn og skurðgoðinn skiptir bara engu máli, það er ekki einu sinni argument, sko. Með öðrum orðum... Sko, ef þú vilt safna einhverju drasli sem lítur eins og skurðgoð, þetta er bara, segjum sem svo að ég segjum sem svo, ég komist í einhverja gullhýslur sem að mér langar rosalega í allt þetta gull. Og svo er einhver gaur eins og svona kranagaur eins og ég með krana og ég segi, já, hvað viltu fá mikið gull á bakið? Já, svona 5 tonn. Það gagnast mér ekkert, sko. Minnir mig á hermanninn og eldfærin og stígvélið sem á að skora gata á. Já, veist, þótt að ég fái 5 tonn á gulli, það gerir mér ekkert gott, það drepur mig bara. Og saman með skurðgoðinn, ef þú vilt eitthvað drasl, bara, það er fínt, en ef þú ætlar að láta sitta 5 tonna gull á bakið á þess að bera það heim, þá er það ekki sniðugt, sko. Með öðrum orðum. Það er sjálf sannað akkur það er ekki sniðugt, sko. Ég held að við séum alveg sammála hérna. Nei, ég er aðeins að rista það úr þessum gamla, sko. Þú ert ennþá að spá, já, en ef við drekkum bara flöskur sem er bara pínulítið í, það er ekki fullar flöskur, sko, það er bara svona lítið í þeim. Sko, með öðrum orðum. Ef við drekkum bara hálfar flöskur sem búið að drekka fyrir helmingina af, þá leysum við þetta. En það hefur ekki verið flaskan í hálftóm. Með öðrum orðum, ef einstaklingur getur aðeins nálgast það sem þú trúir á í gegnum þinn eigin innri mann, þinn eigin individual. Getur þú segja aftur, ég þarf að ná þess að segja þetta. Getur aðeins nálgast það sem þú trúir á og þú getur aðeins nálga þann kraft og þá orku og þá skapandi hugsun sem í þér býr í gegnum þinn eigin innblástur. Þú verður að vera þinn eigin spámaður. Það er það sem... Nú er ég alveg búin að tapa þér, sko.
Nú ertu farin að tala svona guðísku, svona flerísku. Allt Sko, alltaf það, ég hef þurft sko svona, já, ég segi svona 3 mánuði til þess að endurprógramma mig með þetta. Alltaf það, þannig að ekki taka það illa þótt ég sé svolítið harður við þig og þetta ferill, sko. Endilega harður við þig. Þetta er líka skiptileikla-fundur, sko. Og ég er líka svo harður lýðræðisinni, beinslýðræðis, kjarnalýðræðis, að ég trúi því að menn verða að vera ósamála til að geta fundið ykkur niðurstöðu. Að ég er á því að lýðræðið er enn einn blekkingin. Gott og vel. Þetta er allt saman blekkingar. En kjarnalýðræðið er ekki það sama. Já, þetta er bara eins og ég hef verið að segja, þetta er eins og að leysa alkóhólisma með að skipta úr viski yfir í vodka. Eftirveil. Ég sagði vini mínum, ég var vinnufélagi mínum, ég sagði við hann í dag söguna um konuna sem fór alltaf á barinn á kvöldin svona, svolítið einmannagreið, hún fór alltaf á einn viski, svo drakk hún bara sofnaði, sko. Og svona var þetta búið að gangi svolítið langan tíma, sko, og barþjónandi svona fór að segja, það er nú tækifæri hérna, og svo fóruði með hann á bakvið og naukuðan alltaf, sko. Og svo vaknaði hún bara að mundi ekkert, sko, fattaði ekkert hvað var í gangi, sko. Svo eftir nokkuð kvöld eða nokkra vikur, þá kemur hún eitt kvöldið að bara segja, herri, já, ég ætla að fá einn viski, en herðu, lát mig hafa vodka, mér var alltaf svo illt á milli lappana þessum áraðs viski. Veist, og fyrir mér er þjóðin eins, hún er villurráfandi hópistar, algjörlega toxic, sko, þau sjá ekki samhengið einu en einu, en þeim er alltaf svo illt í rassir og þau veit ekki af hverju. Og þau eru að velta einmitt fyrir sér, ef þau skipta úr viski yfir í vodka, ef þau drekka þess að fyrst einn vodka, svo viski og svo vodka, eða viski, vodka og svo kannski einn pilsner, eða viski, vodka, snaps og veist, en þau fatta aldrei akkur þeim er svona illt. En má ég aðeins koma með einn punkt og ég ætla ekki að hamra meira á skurðbúadýrkuninni, þetta spámun. Við skulum samt að endilega taka það upp aftur. Já. En nú til dæmis það eru 27 ár síðan að ég opnaðist fyrir kristinni trú. Já. Og ég var tvítugur þegar ég skýrðist niðurdýfingarskýr. Já, sem er mjög gott. En ég skýrðist aftur núna nýlega. Já. En í þetta skipti var ég alveg einn. Ég bara fór í sundlaugina og var einn í pottinum og ég bara skýrði sjálfan mig. Já. Og það var vegna þess að ég hef orðið fyrir einhverju trúarlegri upplifun og ég lít svo á að þessi 27 ár er ég búinn að vera á trúarlegu ferðalagi. Já. Ég var, þegar ég var búinn að vera kristinn eða álíta mig kristinn í 3 eða 4 ár, þá fór ég að hugsa til dæmis þrönga innstíð sem er kræklótt og það getur engin maður, hvort sem það er kennari, bók, prestur, spámaður, það getur engin verið boðberi á milli mín og Guðs. Ég verð að finna Guð sjálfur. Og þegar þú segir Guðs, er það Guð eða Guð? Það er til fjórða skilgreiningin. G.U.J. Með öðrum orðum. Þá ertu farin að tala um einhverja fjórðu vítir, sko. Já, bara svona til að stríða þér aðeins. Já. En með öðrum orðum, það sem ég er að reyna að segja er að ég tek þá ákvörðun fyrir 24 árum að ég er einn á einstigi að leita að einhverju svari. Og ég í dag er ekkert með sömu trú og ég var með fyrir 27 árum. Nei, Guð hjálpi mér. Það væri nú ljóta glúrið. Og það sem að kannski veldur okkar áheyrendum, fólkinu sem er að fylgjast með bullinu í okkur, hvort sem við erum að skrifa eða að gera myndbönd, er að við erum búin að vera, þú ert nefnilega held ég búin að vera svolítið í sömu sporum og ég er að lýsa. Að þú ert búin að vera á þínu eigin einstigi að finna þín eigin svör. Nei, ég fékk þetta frá ömmu bara þegar ég var krakki og ég hef alltaf verið svona svolítið erfiður í kirkjunum, sko. Það er óbúrslega erfitt að misnota mig í kirkju, sko.
En niðurstaðan reynda að innheimta sóknargjöld að mér í frjálsri kirkju. Ég gef bara það sem ég vil gefa, sko. Ég komin á einhvern stað þar sem að mér líður ágætlega og ég bara ennþá í einhverjum farvegi. Þú ert á einhverjum stað og þér líður vel og ert í einhverjum farvegi. En stór hluti af því fólki sem að hlusta á okkur, ég ekkert viss að fólk fatti hvað við erum að tala um. Ég fatta hvað þú ert að tala um og ég held að þú fattir alveg hvað ég er að tala um. Já, það er bara sama og þegar ég byrjaði í kirkjunum, sko. Þá sat maður stundum bara vikum saman og skildi ekki bofsið hvað fólk var að tala um og predika, sko. En það er bara sama og ef þú ferð í líkansrækt, sko. Að sko, þegar þú ferð í líkansrækt þá, eða bara í jógaleikfimi eða eitthvað, þá ertu í fyrstu æfingunum alveg svo fábjáni, sko. Þú kannt ekkert, eða bara dans, ef þú farið að læra dans, þá ertu fyrst að passa ekkert inn að hreyfingar og þú skilur ekkert alveg hvað er í gangi. Já. Og fyrir mér eru kirkjur hægt að líka þeim við líkamsræktarstöðvar. Til dæmis, ef ég gerir svona æfingu fyrst og svo svona og svo armbeygur, er það alveg ónýtt. Ef ég ger ekki armbeygur fyrst og svo svona, þá er bara allt ónýtt sem ég er að gera. Og í raun er það munurinn á kirkjunum. Sko, það er alveg á hreinu eins og það er meira að segja vísindalega sannað að placebo virkar, sko. Þú tekur bara sykurpillur og trúir að þetta sé lyf, þá læknastu bara sjúkdóminn sem þú heldur þú sért með. Það er bara sannað. Og sama er að sanna að þegar fullt tungl þá hefur það rosalega áhrif á tilfinningalíf fólks. Það er sannað á einhverjum x fresti þá breytist svona sækið í fólki. Og það er það sem ég kalla náttúrulega þennan Guð með stórum, eða stórum og tveim litlum. Og þetta sem að maður lýsir sem trúarupplifun, og þess vegna er mjög mikilvægt að fara í þessa niðurdýfingaskýrn. Og það er bara til dæmis, ég hef alltaf lært með mentor, til dæmis þegar ég byrjaði í auglýsingabransanum, þá kom ég með fyrst upp einhverjum mentor. Eitthvað sem ég gat dregið frá. Og sama gerði ég með tölvubransan, ég hef alltaf komið upp svona mentor og stundum ég þurfti að borga þeim eitthvað svoleið, sko. Þú þarft að draga frá eitthvað staðar, sko. Og ég held að sko í öllu vondu er byggt á einhverju góðu, eins og ég spurði lagfræðispurningum daginn, sko, þegar nornin gaf mjallhvít eplið, hver er ábyrgur fyrir að hún sofnaði? Er að nornin eplið eitrið eða hún sjálf mjallhvít að taka við eplinu, sko? Og þess vegna er epli líka til dæmis í Eden, að epli er gjöf. Hún er góð og hún er jákvæð. Það er búið að setja nokkra dropa eitri og þá bara deyrðu eða sofnar í 1000 ára eða eitthvað. Skeið alveg hræðilega hluti fyrir því. Og sama er með þessi kraftar eru allir hana. Og þá hef ég líkt þessu við epoxíð, sko. Þú veist, þú kaupir epoxy glue eða epoxy lím, það er eiginlega hálfgert svindl, því þetta er ekkert lím. Þetta er bara tveir vökvar. Þegar þú kaupir þetta er þetta ekkert lím, en af hverju geta það kallað þetta lím? En ef þú hrærir því saman, þá er það nokkuð sterkt lím, sko. Og sama fyrir mér þegar Guð með litlum og Guð með stórum rennur saman svona og hægri og vinstra heilahvelið og þriðja auga opnast og allt þetta. Það er eins og epoxy, sko. Og líka þú blandar ekki rétt hlutfall af epoxy, þú setur of mikið af þessu og oflítið af hinu, þá er allt ónýtt, sko. Og þess vegna er þetta equilibrium, sko, svona mikilvægt í öllu, bæði, þú veist, og það er það sem við erum að tala um allan tíman. Þetta var aldrei meint sem eitthvað kontrollkerfi eða system. Það er eitrið í eplinu, bara 3 dropar og þá þessi fallegi boðskapur orðin bara helvíti, sko. Ég hjá eftir einni setningu daginn og mér þótti svolítið vænt hana, einmitt ég held í Guð. Já. Að vegna sem nú er ég búinn að vera að grúska með ýmis skrif síðustu ár. Já. Og í hverju skrifi sem ég hef tekið í minni hugverkastarfsemi, sem hefur yfirleitt á einhvern hátt tengt líka mínum reynsluheimi í lífinu, já. Þá hef ég verið að færast nær og nær þeim orðum sem ég svo kenndi, eða sagði. Já. Það er að segja,
ekki á þann hátt að já, hann sagði þetta og þetta eitthvað ofsalega djúpt, heldur hef ég náð í mörgum skiptum á margan hátt að tengjast hvað hann átti við, hvað var að hugsa á bakvið. En á sama skapi stundum lendi ég jafnvel í því að geta ekki útskýrt það fyrir öðrum. Nei. Og eftir því sem ég fer dýpra þarna þá ber ég meiri virðingu fyrir því sem hann var að útskýra. Já. Og þú varst eitthvað að nefna eitthvað svipað. Og þarna erum við aftur komin að þessu, sko, ég er einstaklingur í lífinu. Ég fæddist sem einstaklingur og ég er ábyrgur sjálfur fyrir minni eigin hugarstarfsemi og ég neita að leyfa einhverjum að stjórna því hvernig ég hugsa eða hvaða ályktanir ég dreg. Já. En þá hins vegar, sko, þessna hef ég verið að tala hérna, sko, þaðan kemur þessi miskunnsemi og kærleikur frá Jesú. Öll greiði börnin sem í skólu núna hefur verið að rítalína og allt flúorið og verið að sprauta eitri í þau og þú veist, þegar þessi greið krakkar fara að taka svo út eitthvað þroska og eitthvað slíkt, þau eru alltaf svo sköðuð. Þau munu jafnvel aldrei upplifa þetta sem við erum að tala sko. Þetta bara verður myrkur í þeirra líf og það náttúrulega gert sérstaklega til þess að stöðva andlegan þroska hjá þessum börnum sko. Getur þú ímyndað hvílíkir glæpa dæmi í gangi í heiminu, þetta alveg ótrúlegt sko. Bara levelin af glæpum sko. Því meira sem að maður sér þetta, þeim meira sem maður tengir punkta og bara, ég á ekki orð, maður hristi bara hausinn. Já, þessna held ég að Guð Jesú hafi haft svona mikinn kærleik og hann að segja sko, eina sem hann getur gefið er kærleikur sko. Og ef þú ætlar að fara að dæma fólk sem að kemur úr þessu uppeldis pyntingabúðum, skóla og fleira slíkt sko, þú ætlar að fara að skella á því einhverja fleiri dóma, ég meina hvað. Já, það er samanlegaðir. Og svo þetta lið tekið inn í fangelsi og hamrað á því þar og þeir eru komin með fangelsi inn í skóla sko. Eftir setan og allt þetta sita át í hot, þetta dúns og endalaus flokkun sko, já þú ert amanneska, já nei þú ert nú bara svona C-týpa eitthvað og F sko, oh my god sko, veist, og það er kannski listamaðurinn skilur sem að bara færastar af öllum í herbygginu sko. Ég mótmæli A-týpunni og B-týpunni. Nei, svo það fólk ágætt líka, menn það er verið að skemma það líka, það er verið að lyfta því upp, sko. Já, ég er bara mótmæli allir í flokkun á fólki. Já, nákvæmlega. Ég er mannvera, ég fættist inn í lífið, mína náttúru tilvist, punktur. Já. Sumir eru morgunhanar, aðrir eru náttuglur. Ég gæti orðið morgunhani á morgun, ef ég vil. Já. Ég er ekkert fastur hún í einhverju krukku sem heitir B-maður. Nei. En þetta þjóðfélagi komið alveg út í svartasta myrkur sko. Það er eins og við byggum fyrra húsi sem við vorum með þarna í Svíþjóð. Það er 100 ára gamalt hús, nú er orðið 102 ára gamalt og ég fór til bæjarskrifstofan og var að biðja teikningar eitthvað svoleiðis. Það er ekki til snefilla teikningu. Það hús var aldrei teiknað, það var bara einhver kall sem kom að bara smíða það og það er búið að þjóna fjölskyldum í 100 ár með ágætum sko. Og reyndu þetta í dag, það er bara gleymdi því sko. Það er komin einhver bara farið sig að klíka sem bara, ef þú ætlar að lyfta upp hamri, það bara ertu búin að fá leyfi? Já, nei, það er skattur að þessu. Hvað heldur þú við séum mörg hamarsögg í þessari byggingu? Já, nei, það er skattur að hverju höggi sko. Bara vertu út yfir sko. Það minnir mig á setningu sem ég sá nýlega, ég er nú að reyna að reyna upp hver sagði hana. Það kemur kannski á eftir, ég er of þreyttur eftir daginn. Já, við erum báðið döðu þreyttir. En það var einhver sem sagði að, og hann var reyndar að tala sko, umræðina fyrir botni Miðjarðarhafs og ræða Íslam og það hvað verið er að djöflakenna Íslam í síðustu árin. Já. Ímúnisera. Hann talaði að því meira sem að samfélag þarf að réttlæta þetta sjálft sig. Já. Skilgreina sjálft sig. Eða eins og með teikningun á húsinu, teikna allt upp og festa það í eitthvað verk, reglugerðaverk, eitthvað formstruktúr, eða því meira sem það þarf að dæma aðra, hvort sem er fangelsisdómur eða bara skilgreining.
Ef ég segi þú ert B-maður eða A-maður, þá er ég að dæma þig. Já, en þetta er allt saman endatöfl af hópisma og skattheimtu með valdi. Það endar alltaf svona, alltaf. Og hann bætti við, þetta er yfirleitt merki að samfélagið eða hópurinn eða einstaklingurinn hefur mist tengsl við sitt náttúrulega sjálf, sinn eigin innri styrk. Já, já. Maður sem hefur vald yfir sjálfum sér, algjört vald yfir sjálfum sér, þarf aldrei að réttlæta sjálfan sig. Og hvað eru margir sem hafa vald í samfélagi? Sjáum hvað fólk er reitt. Reiði er yfirleitt merki að fólk hefur mist vald. Og það minnir mig á setningu sem annar vísdómsmaður sagði eitt sinn: vald er eitthvað sem enginn getur gefið þér. Vald er eitthvað sem þú tekur þér. Og þú varst að tala með fyrirgefninguna og kærleikan á þann. Mín reynsla er svo, og að þegar ég fyrirgef, þá er það vilji. Ég hef fyrirgefið ýmislegt vegna þess að ég ákvað að gera það. Ég vildi gera það. En til þess að geta gert, þurfti ég að ná valdi yfir mínum eigin hugarramma. Ég þurfti að ná valdi yfir mínum eigin tilfinningum. Og þar með, fyrirgefning þú getur ekki gefið fyrirgefningu nema eigana. Nei. Nei, þú getur valið að fyrirgefa. Já, það er vilji. Spurt sér frá hvernig líður. Já, bara spurt sér frá hvernig líður. Það er vilji yfir líðan þinni, vilji yfir skoðunum þínum. Þú ert búin að taka afstöðu. Þú ert ekki lengur með skoðun, þú ert með afstöðu. Og þú hefur tekið vald yfir sjálfum þér til þess að geta gert þetta. Þetta er bara mín reynsla. Já. Ég skil hvað þetta fara, en þarna getur þú bara séð líka. Ég náttúrulega búið í alkóhólísku ofbeldisfullu heimili, sko. Það sem ég var barnið, og endastöðun á alkóhólisma er rosalegt ofbeldi og rosaleg stjórnun, sko. Ég man, þegar maður var að borða mat, maður þurfti alveg, það var alveg bara allar hreyfingar, því ég labbaði til þess frá eldhúsinu og aftur inn í herbergi mitt. Það var ekki sama hvernig það gerðist, sko. Og ef ég gerði það vitlaust gat ég lent í að vera lamin bara, ég vissi ekkert hvað gat gerst, sko. Ef ég labbaði ekki alveg nákvæmlega í einhverjum takti sem ég var búin að finna út að ég fekk að vera í friði með, sko. Því einu sinni labbaði ég eitthvað vitlaust og fekk að kenna á því, sko. Að þetta er nákvæmlega sami sjúkdóminn og alkóhólismi, það er hópismi, og ef þú tekur fyrsta sopann, ef þú farið eitthvað grandiós dómur, þing, fundur, þá ertu fallin á brónu, þá ertu bara dottin í það, bara gjörsamlega ónotæfur í verkefni. Ef það er einhver stjarnismi. Hvað þeir eru? Ef það er einhver stjarnismi. Já, það er hlutaði, sko. Ég forðast eins og ég mögulega geta að taka þátt í nokkrum isma, nema kjarnalýðræði. Já. Ég ætla að vera sjúkur af kjarnalýðræðisma. Sjáum hvernig það gengur að hægt að drekka með að vera bara í léttvínu. Já, nei, ég óttast að ég myndi fara að skokka á vatni ef ég... Nei, ég verði að játa sjálf á mig, sko. Ég er endalaust að taka með, ég komi með glasið hérna. Bíddu. Þetta gengur ekki. Aftur og aftur, sko. Já. Samt er að ég sem fann þetta upp, ekki alveg, en ég fann upp íslenska orðið. Ég á náttúrulega ekki hugmyndina kollektivisma, skilur. Ég nota það orðafæri að egóið er hugaruppskrift. Það eru all hugarkerfin sem eru hafin yfir allan vafa í mínum eigin. Það eru hugmyndirnar, hvort sem það kom frá öðrum eða sjálfum mér, sem fanga huga minn. Og ég stend með sí og æ að ég fangast inn í minn eigin hugsun. Já, ég hef reyndar unnið í sköpunarstarfi og þegar þú vinnur kerfisbundið að sköpunarstarfi, þá ferðu kannski svona brainstorming fund með 3, 4 eða 10 manns. Og ef þú ert fagmaður í því, þá manstu nákvæmlega hver átti skotið að hver einustu hugmynd. Já. Ef þú ert fáviti, þá heldur að þú hafi fengið allar þessar hugmyndir, sko.
og þess vegna virði ég til þess að Marino G. Njálsson rosalega mikið, hann var spurður að því á INN hver kom með þessa hugmynd að greiðsluverkfallinu og hann sagði nafnum mitt bara strax þá hann þess að hugsa, en hann kann þetta og menn sem vinna í svona hugmyndabransa þeir muna nákvæmlega hver kom með hvaða hugmynd og virða hvern annan sko. Og gera enga tilraun til að stela hugmynd svo kannski mismann við mann eitthvað sko og einhver segi, heyrðu, nei, byrju Axel minn, þetta var nú eiginlega mín hugmynd, þá byrðist maður alveg umsögulegt afsökunar sko. Af því að þetta er svona virðing fyrir hugmynd og þetta til dæmis háskólasamfélagið kann þetta ekki og þess vegna er það ríki sem er sjálfum sér sunduþykkt að það gengur ekki upp sko. Það er þetta sem ég var að hugsa þegar ég var að tala áðan, að ég verið hissa þegar fólk tekur flotta stöðulínu hjá einhverjum og gera hana sín eigin. Já, einmitt. Vegna þess að sko í grunn mannskeppnunar, og ef ég fer aðeins út að hálan ís, grunnur mannskeppnunar eru hugmyndir. Og ef við förum aðeins ofan í, sko, ef þú segir flotta setningu við matarborð, og það eru 5 vinir þínir í kaffisamsæti, þú mátt búast við að 2 þeirra segi, hvar heyrðirðu þessa setningu? Já. Ég held að grunnur mannsins var að kúka. Það er hugmynd. Það er mikilvægast að athöfn mannsins. Kannski vaknaði. Þá er þetta næst guðinum þegar þú ert að kúka. Kannski vaknaði farvegur hugmyndafræðinnar. Á hverju á ég að steina mig? Steina mús. Nei, ég held að menna það bara ekki haft minna áhyggjur af alltaf trendanum. Þetta bara datt út á göngunni, sko. Þess vegna kom steinöldin. Menn fóru að fleina steina til þess að fá börk af trénu með steinhníf. Já, þú veist að hverju það var sko, einhver svona sem fór að heimsækja frumbyggjana í Ameríku eða Afríku og þá tók hann eftir að konurnar skildu sér ekki neitt en kallarnir settu fyrir tippið sko. Og hann fór að velta fyrir sér af hverju er það þannig, skilur, af hverju hylja þessu ekki bæði. Og ástæðan fyrir að þeir gerðu þetta var bara að binda niður að þeir voru að reka hann í alls konar tré og þetta þvældist fyrir þeim á heiðinni. Það var einn ástæðan fyrir að voru að binda þetta drast niður sko. Það var nú all menningin á bak við klæðnaði mannana. Þetta var nú allt hugvitið sko. Þessu getum við ekki útvarpað. Já, hérna það er allt látið flakka. Ég lenti nú í dag í einhverju svona orðsnobbista sem að ég mátti ekki nota fjölmellur og ég mátti ekki nota fullt af orðum, þá var ég vondur strákur og ég var að segja mellur eru bara duglegar konur sem gera út af það sem þær hafa, ekki bara er það eitthvað ekki fínt eða eitthvað. Það er bara alvöru konur sko. Ég ber enga sérstaklega vanvirðingu hvort þeim frekar einhverjum öðrum konum. Það er bara í einhverjum aðstæðum og er að bjarga sér, er það ekki þannig sem að lífið gengur? Ég held það og ég held að við erum aftur komnir að þessu að fólk sem hefur mist tengslin við sitt eigið innra sjálf, mist sitt eigið innra vald, festi sig hugmyndafræði orðanotkunar. Ja, það er nú meira en það, bara á þingi Sameinuðu þjóðanna er eitthvað samþykkt sem samþykkir. Já, hverjir greiða atkvæði með því að rasismi eigi við eiginlega allt bara. Já, samþykkir það. Ha, veistu eitthvað ráð að samþykja rasismi eigi við trúarbrögð og alls konar. Hvað eru margir sammála það að já þýði nei? Jú, við getum, já. Það er þannig núna, já þýði nei og nei þýði já. Nei, já. Hvort var að já eða nei? Já. Þetta þýði nei eða já. Er þetta já eða nei? Nei, já. Þetta er bara dæmið sko. Þetta er bara... Eins og sérðu hún var að nota bullísku lögreglustjórinn í dag. Þannig að, hvernig nota þetta? Ég bloggaði, sástu bloggið frá mér það? Ég er ekkert búinn að vera við tölvu í allan dag, ég er búinn að vera á þeytingi. Það ég sé ekki henni fljótu. En það er byggir á
ræðina Donald Rumsfeld þegar hann segja sko, já það ljóst að það ekki ljóst en það ljóst að það ljóst að það geti verið ljóst. Nei, hann að segja sko, það sem við vitum, það vitum við, það sem við vitum ekki. Og maður getur þess að ræða, þetta alveg bara, oh my god, bara 5 eða 10 mínútur en að segja akkurat ekki neitt sko. Hún þjálfuð greinilega hjá Rand Corporation þessi kelling sko. Já, lögreglustjórinn í Reykjavík. Já, þessi nýju. Með þjónandi forystu. Já. En núna verður sko, það eru svo hræðilegir atburðir að koma núna yfir Ísland eins og með fjölskyldunar sko. Núna veistu að öll heimili landsins eru hleruð sko. Og núna þeir eru búin að vera sko sérsveita fjölskyldur í Keflavík í mörg ár bara út af nánast engu sko. Og heimilið sem fulla börnum, þá bara flýgur hurðin inn eitt kvöldið og bara komnir 20 manns í sérsveita búning með byssur inn sko. Það er ekkert þetta í fréttablaðinu, ekkert í Mokkanum, þá þetta ekki að gerast. Já, einmitt. En ég, sko, fórnarlöpin hafa haft samband við mig, sko. Já, ég vil segja það. Ég hef verið að fjalla þessi mál, sko. Og þetta á að aukast... Ég hef ekki þetta fyrir ég sá því minnast á þetta. Nei, þetta á að aukast rosalega mikið núna. Það hefur verið að stilla þessu upp núna. Nú hefur verið að taka niður barnahúsið og það hefur verið að koma upp fölsku sönnunarkerfi sem mjög kerfisbundið viðbjóðslegt kerfi sko, þar sem að börnin að tjá sig bara eðlilega og þetta bara business sko, að þetta núna í Noregi var að koma að ljósa þeir sem í þessum bransa senda sérsveitur og rífa börna og þú eyðilegu börn og splúndar fjölskyldum bara beyond repair sko. Og gaurarnir sem komið svo gang eru búin að taka út 100 milljón norskar krónur í hagnað út úr svo nokkrum árum sko. Þannig að sko Guð hjálpi mér, íslenska fjölskyldur eiga ekki von á góðu og þeir satsa líka á okkur aldurshópa sko. Þess vegna byrjaði þetta með afar var allir einhverjum misnotarar og svo kom fullt af svona erlendum fréttum Bill Cosby að misnota börn og kom svona stuðningar á utan sko. Og það er náttúrulega því að svona kallar á okkar aldri höfum einhverja glóri í kollinu sko, það þolir þetta lið náttúrulega ekki, þannig að nú á að fara að krossfesta alla kalla á vissum aldri sko. Og það, og börnu sko, getur við ímyndað hvað tekur mörg, börn bíða þess aldrei bætur að koma sérsveit inn miðja nótt og brjóti niður hurð hjá þér. Og hvernig getur þetta að fara í stríð við stríð og lækna ofbeldi með ofbeldi og þetta er svo sjúkt sko. Það næri ekki nokkur átt sko. Hvernig heilum við svona samfélag? Það er ekki auðvelt. Það er náttúrulega bara það er náttúrulega sama og með bara öll önnur svona rosaleg vandamál. Þú byrjar samræðu. Þú byrjar eitthvað feril. En orð eru til alls fyrst sko, fyrst byrjar eins og við erum að gera, við erum að tala út á ákveðna hluti og ég hef reynda verið að velta fyrir mér að vera eins og hann er með hann Stefán ég myndi jafnvel vera með eins og hann er með svona sessjónir sko, sem fólk hringir og tjáir sig sko. Já. Ég hef ákveðið nám í sálgæslu og svona þerapíum hjá honum Van der Wiel, hollenskur, rosalega góður læknir sko. Já, svona þerapisti og og fólk verður að fyrst að vakna hugrænt náttúrulega og vilja læknast og það þarf að ganga í gegnum sorgarferilinn. Þú þarft að, ég er búin að vera að ganga sjálfur núna í gegnum ákveðin sorgarferil með skólan, með það tjón sem að varð fyrir, eitthvað sem að allir heldur bara að vera normal og allir var að gera sko. En skóli er bara ekkert normal. Skóli er bara eins og að lenda á Guantanamo sko. Það er eitthvað að halda Fyrirgeðu, hvað segirðu? Talandi skóla, hefur þú skoðað eitthvað Summerhill skólan á Englandi? Nei. Ég vil ekki að vera eða púri að tala um hann hér, en ég hveti til að kíkja aðeins á það þegar þú hefur tíma. Hann heitir Alexander Neil, eða hann er látinn núna, sem stofnaði þennan skóla í kringu 1920, 22 minnum. Og hann byggist á því að börnin
ráða sér algjörlega sjálf. Já, það skiptir engu máli. Það þetta sama og núna með einhver stefna sem í gangi núna. Það bara ef þú ert með fasta mætingu á morgnana og fasta heimför á kvöldin, þá það þrælabúðir. Hann ekki. Þau réðu sér algjörlega sjálf. Skólinn til. Og það í Brasilíu 2 skólar í dag sem eru byggðir á svipuðu módeli sem heitir Lumiar skólar. Já, þetta senda mig linkan á þetta, ég þarf að lesa þetta. Og þeir eru á hvötum mann sem heitir Ricardo Semler, sem erði fyrirtæki sem heitir Semco, og það var að fara á hausinn og það búið að vera að ströggla lengi eftir hann tók við því. Og hann fór þá leið að endurbyggja fyrirtæki með þátttöku starfsfólks. Á þátt að starfsfólki ræður sér algjörlega sjálft. Það ræður vinnutíma sínu sjálft. Það ræður vinnuaðstöðinu sínu sjálft. Og fólk jafnvel að mæta í vinnuna og það fær ekki skrifborðið sitt aftur. En ok, eins lykil spurning, fara börnin í skólan? Já. Þá gengur þetta ekki upp. Ok, en kíktu samt á þetta? Já, ég hef áhuga á því. Sko, nú ég náttúrulega með 2 ungbörn, ég með strákurinn 3,5 og hún 1,5. Og eldri strákurinn minn á Íslandi, hann var rifinn frá með 2 ára með svona brútala aðgerðum á Íslandi, sko. Og þannig að ég sé rosa vel núna hvernig þau að þroskast, sko. Og það styrkir mig í þeirri skoðun að börn eiga að vera heima hjá sér. Þegar ég sé hvernig þau mynda sér svæði, skilur, á heimilinu. Þau eru svona protectið, skilur, og þau bera virðingu fyrir svæði hvers annars, sko. Og það svona alls konar svona hlutir sem rifið upp, sko. Þetta svo, við getum hugsað okkur tré sem að byrja að vaxa og svo bara mæta einhverjum svona hópistar, já, bara í skóla með þig og svo bara verða að rifa upp á hverjum degi og bara, já, það fara hérna og lærðu þetta og það læra að vaxa eins og tré og þetta hérna sólinn sjáðu og þú ætti að fara, veist, bara veitu, ég tré, það þarf ekki að kenna mér þetta einu sinni. Þannig að ef þú rífur tréð upp með rótum á hverjum einasta degi, þá verður það ekkert normal tré, það verður bara eitthvað frík, sko. Taktu þessa trésamlíkingu. Ég lenti bara í því þeirri skemmtilegum samræðum fyrir fáinu dögum þar sem að tré komi mitt við sögu. Bonsai tré eru mjög falleg. En þau eru ekki tré. En þau eru ekki? Þau eru ekki lengur tré. Nei, ég þekki þau ekki nógu vel, sko. Japansku smátrén. Já. Það eru tré sem hafa verið sko meðhöndluð á þann hátt að þau eru verða mjög smá. Já. Og þau eru meðhöndluð líka þannig að þau hafa mismunandi form en þau eru ekki lengur tré. Og hvað eru þau þá? Þau eru nafskremi. Já. Já, ég meina þú getur líka brutalisera tréð á staðnum, sko. Þú getur náttúrulega ekki verið með börn heima í einhverju rugli, sko. Þess þá, það bara réttlega einn afgan með hinum afganum, sko. Já. Sko, alkohólistinn svo góð líkamynd því að sko því að hún það þekki allir svo vel munstri, sko. Þetta svo kall sem alltaf drekkandi heimar, alltaf svo fullu fyrir að brjóta allt og bramla og hinn heimilismeðlum minn segja, herru, þetta gengur ekki lengur, við viljum ekki hafa svona fullan heima, þú ert alveg til vandræða. Já, herru, ok, ég fer þá bara á barinn, svo fer hann á barinn og drekkur og kemur blindfullar heim og rústar allir anyway, sko. Það er svona, já, ég held að þessi lausn sé ekki að virka. Svona, I gotta hans. Þetta svo, veistu það, þetta er svo viðkvæmt að fara, sérðu hvað þetta er svona, það er bara eina pínulegt hugsun það, þetta er bara fallinn, sko. En við lendum samt í því að fólk, sko, og það er nú ástæðan fyrir því að ég hef verið svona mikið að tala kjarnalýðræði og þjóðveldisismann, að þegar ég horfi yfir menningarástandið og sé hvernig hugsun fólks er mótuð, þá rekst ég stundum á vissa steina. Mér langar að taka 2 mjög stutt dæmi. Já. Hvað, veistu, getur þú ímyndað hvað er erfitt að segja við fólk, lýðveldið er bara hugmynd? Já. Fólk er svo að líta á lýðveldið og íslensku þjóðina og Ísland sem eitt og sama hlutin. En lýðveldið er bara hugmynda stjórnkerfi.
og það virkar bara meðan að fólk trúir því, trúir hugmyndinni. Annað sem að mér langar að taka fram, nú til dæmis ég áhuga maður hundaþjálfun. Já. Og fyrstu 2 árin mín í hundaþjálfun þá hafði ég gaman af því að læra aðferðir. Gerðu svona til að kenna hundinum að sitja. Gerðu svona til að kenna honum hvort hann á að fara niður eða hvort hann á að fara upp á eða hvort hann á að fara í kringum staur og gaman. Þessu uppskrift þarna, þessu uppskrift þarna, þessu uppskrift þarna. En svo fór ég að prófa aðra nálgun. Það er að kenna, það er að reyna að draga fram í hundinum það sem býr í honum sjálfum. Leyfa honum að nota sig. Leyfa honum að verða hans náttúrulega sjálf. En ég honum hins vegar aðferðir sem hann gæti notað ef hann vildi sjálfur. Og ég fór jafnvel þá leið að leyfa, ef við tók hvolp, að láta hundana ala upp hvort annan. Og til dæmis eitt sem hefur komið út af því er að þeir hvolpar sem hafa verið aldir upp á heimilinu hjá mér, eftir ég byrja á þessari aðferð, þeir eru sjálfsöruggari heldur en þeir hvolpar sem ég ól upp sjálfur. Vegna þess að hundar ala upp hvern annan með þessari frelsis hugmynd, að leyfa einstaklingnum að njóta sín. En þegar hann hins vegar fær ákveðin vald, hann er honum kynþroska, hann er honum stór, hann getur valdið tjóni á hópnum, að þá er honum sett mörk. En honum er ekki sett mótandi mörk fyrirfram, heldur mörk þegar hann veður yfir mörk annara. Með öðrum orðum, gagnkvæm virðing er það sem er í rauninni eina reglan í hópnum. Og hundarnir eru fyrir vikið sjálfsöruggari, þeir eru frjálsari, en þeir sýna virðingu. Öðrum fólki, öðrum hundum og svo framvegis. Þess vegna er ég á því að börn eiga absolutt ekki að fara í skóla fyrir þeir eru 9-10 ára, sko. En hins vegar getur þeir lært, skilu. En ég veit ekki. En ég fékk athugasemd nýlega vegna þess að ég leiðbeini líka í hundaþjálfun. Og ég fékk athugasemd nýlega það að sumir sem eru jafnvel vel menntaðir hafa lent í því að eiga erfitt með að læra hjá mér stundum á æfingum þar sem ég er að leiðbeina af því ég er búin að sleppa reglunum, ég er búin að sleppa aðferðunum. Ég tek bara einstakling, reyna að lesa einstakling, reyna að finna út hvað hentar hverjum einstakling. Og ég fengið athugasemdir þetta frá fólki sem æfir með mér reglulega að það þurfti að læra upp á nýtt að nú beita þessari frjálsu hugsun. Þetta er bara sama eins og þú lærir tennis, sko. Fyrst ertu óbáslega svona, nú er bakhönd og nú er þetta og þú ert óbáslega upptekinn af hvernig þú heldur á spaðanum og svo þú er búin að æfa í 5 ára og þá ertu ekki einu svona að hugsa þetta og þú bara leikur leikinn, sko. Þannig að þetta er sama, þetta á við allt náttúrulega, sko. Fyrst þarftu það er eins og við vorum að tala trúmálin áðan, sko. En fyrir mér er kirkja svona bara gym, sko, það sem þú ert að læra andlega hluti, sko. Og frjálsu kirkjunar eru mjög góðar í því. Þú færð hvergi betri þjálfun við að díla við sjálfa þig heldur en að fara í kirkju. Og ég skora á fólk að fara að bænastund á miðvikudögum í Smárakirkju, heiti það núna. Að fara með, það er ekki fyrir alla að fara að bænastund þar, sko. Hefurðu komið þarna á miðvikudögum, eða? Nei, ég þekki það ekki. En ég kannast við hvað þú átt við hins vegar með það að vera meðlimur í söfnuði sem eru utan við mainstreamið. Í hvaða kirkju varst þú? Ég var í Vottunum. Það var það sem ég byrjaði. Einmitt. Var alveg harður þar í 3 ár. Var alveg svakalegur predikari. En Vottanir eru algjörir methodistar, sko. Þeir eru svolítið öðruvísi. Mamma stráksins minns á Íslandi er votti. Það er mjög harður söfnuður. Mjög harður. Og tók mig mörg ár eftir ég fór út úr honum að eignast mína eigin hugsun aftur. Það er rosa hart heilaþvottaprógram þar, sko. En að sama skapi og það er og eins og þú segir með frjálsar kirkjur, að sama skapi þá er það að fara inn í kirkjusöfnuð sem er að leggja, eins og með Vottana til dæmis, þó þeir séu harðir, þeir leggja ofboðslega mikla áherslu á sjálfsnám.
já, og það það sem það sem ég að hvíla á í dag, það sjálfsnám, alveg já. eins og David Icke að segja, self-education. Ég meina, ef þú ætlar að fara að læra líkamsrækt, sko, skiptir einhver máli hvort þú ert í GYM 80 eða World Class, skilur. Ekki mínu skapi, ekki að þú ert að lyfta. Reyndar hérna Votta Jehóva-kirkjan náttúrulega alveg út úr kú í svona standardþýðingu eða standardtúlkunum á biblíunni. Já, nefnum svona svolítið. Og upphaf safnaðarins svo augljóst frot, sko. Það svo stutt síðan þessi söfnuður var settur á stopp, sko. Og það voru þarna þessi tveir, það var hérna Russell sem stofnaði hann. Og hann var nú hálfgerður klaufi alls þar í dómsmálum og var ekkert alveg að höndla þetta, sko. En hann kom með þessar kenningar, sko. Og síðan tók snillingurinn við sem var lögfræðingur. Það var Rutherford sem tók við og gerði þetta þessu veldi sem það sko. Og svo var hitt voru hérna mormónarnir sem bættu við hérna síðasta kaflanum, sko. Mormónabókinni. En ég meina ég tapaði sjálfum sér ekkert svefni yfir því að því að, sko, og ég hef í sjálfum sér aldrei fordæmt þessa söfnuði þótt að ég hef ekki viljað vera í þeim, sko. Og sennilega bara út af þessu grunnleggi frá ömmu. Amma reyndar vildi ekki, var á móti öllum söfnuðum bara. Já. Nema þjóðkirkjuna, mæta þar í fermingar og jarðarfarir og eitthvað svona. En hérna, fólk þar reyndar að standast heila þvotta og stjórnunar tilburðina í þessu söfnuðum, sko. Annars tínur þeir sjálfum gjörsamlega, sko. Það svo erfitt að tínast í þessari tvívíðu hugsun. Já. Já, það bara svona og það ekkert fyrir utan það og það á bara að vera svona og ef það ekki svona þá allt glatað. Já. Trú í mínum mati ein af því, eða það bara mín reynsla, mér finnst sko trúarhvötin mjög göfug. Vegna þess að hún að mínum mati drifkraftur manns eða konu sem að leita að einhverju sem að henni finnst vera verðugt, andlega mikils virði, göfugt. Já. Og að leita að einhverju, út úr þessu kemur umburðarlyndi, fyrirgefning og virðing fyrir öðrum. En svo líka til skuggahliðin á því. Já, ég ætla bara að höggva þér hausinn ef þú ert ekki. Já. Og ég sé engan mun á einhverjum íslamista eða kristnu manni í Mesópótamíu sem að drepa einhvern fyrir að samþykja ekki sína hugmynd, hvort sem að hugmyndin snýst lýðræði eða guð. Á meðan svo Bandaríkjaprestur í Washington að segja að við umbyrjum ekki hið illa í Mesópótamíu og ætlum í stríð við þá og höggva þeim hausinn fyrir að þeir samþykja ekki okkar hugmynd. Og ég sé engan mun á þessum hugsunarhætti eða fólki sem á Austurvelli að hrópa eftir ofbeldi af því einhver annar samþykkir ekki þeirra hugmynd. Ef við getum ekki borið virðingu fyrir hugmyndum annars fólks, hvar endur við þá? Já, en þú... Nú þetta út. Ég heyri ekki neitt. Já, ég held reyndar, sko... Já, við erum aðeins að detta, sko. Já, ég heyri þér, já. Sko, hérna... Ég reyndar... Hvað segirðu? Ég góður, ég heyri þér. Já. Ég hérna... Nei, það bara einn sem góður. Já, þú heyrir í mér, eða ekki? Jú, ég heyri þér. Já, ok, ég heyri þér vel núna. Truflunin farin, NSA eru farnir. Já. Sko, þarna ég ekki sammála þér. Ég vil fara einum level neðar í þennan eignarétt minn á mér, sko. Já. Og hérna Jesú talar aðeins þetta líka með þessir vitringar, sko, með baráttu hugan, sko. Veist?
hinn eldlugu skeyti og allt þetta sko. Að mér finnst vera svolítið núna vera búið að færa hana, já ég má bara hugsa hvað sem ég vil sko, ég má bara, og þá hef ég sagt á móti sko, veist, ef að ég fæ stjórn yfir öllum tímaðinum, þá er mér alveg sem að hvað voru að hugsa, skilur, það breytir einhver fyrir mig. Þannig að fólk að leggja búinlega mikið, já þetta hugmyndi mín sko, já þetta, veist, fólk búinlega upptekið og eitthvað svona hugmyndaréttinda baráttu sko. Sem eiginlega bara tómt kjafta því þú átt þetta allt sem að kemur upp úr þinni veru þitt, skilur. Já. Og að því að búið að ræna tíma fólks og líf, sko, tími ekki sama peningar, tími sama sem líf. Já. Þannig að það búið að rugla öllu og fólk alveg svo rugla og svo eina sem stendur eftir, það búið að ræna öllu að því. Já, ég á hugmyndina mér, ég má fá hvaða hugmynd sem ég vil, veist, það einhver svona síðast last defense einhvern veginn sem reynda mjög eðlilegt, sko, þú ímyndið að verði í einhverju pyntingabúðum einhverju slíku, og þá endar alltaf einhvers staðar hérna, sko, að þetta síðasta vígið þitt, sko. En þú getur aldrei átt hugmynd? Jú, ég get kerfisbundið fengið hugmynd alveg eins og ég get smíðað stól og teiknað hann og hannað hann og gert hann alveg frá grunni. Ég var núna að fá hugmyndina að vængjuðum stól. Ég á þessa hugmynd. Þú mátt ekki nota hana. Já, þetta náttúrulega eignarréttarporn. En núna sérðu vængjaða stólinn fyrir þér. Nei, reyndar ekki. Þetta bara eins og eldast við austanvindin, sko. Já, en mér langar að draga fram eitt sem ég sagði áðan, bera virðingu fyrir hugmyndum annarra. Já. Ég ber virðingu fyrir hugmynd annarra og réttið hans til að hafa hana og geta borið hana fram. Það er ekki þarf ef ég hitti mann sem segir, já, ég ætla að drepa alla íslamistara. Já, ok, ég ætla að bera virðingu fyrir hugmyndinni, en ef þú reynir að framkvæma hana, þá ætla ég að stoppa þig. Já, ég reyndar ber ekki virðingu fyrir svona hugmyndum. Þetta er alveg klassísk hugmynd sem að ég myndi mótmæla. Ég myndi bögga þennan mann með að segja, sko, ef að þú telur þig hafa rétt til þess að drepa einhvern, þá ert þú búin að lýsa því yfir að einhver má drepa þig. Hver hefur ekki orðið reiður og sagt, ég ætla að drepa þig? Já, þá ber hann ábyrgð á þeim orðum og hann er búin að opna fyrir það sama gagnvart sér. En hugmynd er bara hugmynd. Nei. Það er nefnilega málið, þú getur ekki, sko, heyrðu núna eða, heljú. Jú, náðu kostinn. Já, þetta er nefnilega akkurat ekki rétt, sko. Ef það kemur hugmynd inn, þá ert þú ábyrgur fyrir því að vera með processing á henni og greina hana og taka hann út eða svara henni ef hún er svona gaga, sko. Já, og benda á raunveruleikann sem sá að ef að þú ætlar að fara að tala út morð og dauða, þá ertu að opna það gagnvart sjálfum þér. Það er svo einfalt. Ég ber virðingu fyrir... Hvað segirðu? Ég ber virðingu fyrir þessari skoðun. Ouch. Nei, sko, þetta er þessi kennda lömunaveiki sem í gangi, sko, bara allt leyfilegt, ekkert vandamál, bara gerði bara sem ykkur síu, veist, það er svona fullkomin hugar óreiða. En er það ekki hópismi? Ef við ætlum að fara að ákveða hvað sé leyfilegt og hvað ekki? Nei, ég bannaði viðkomandi ekki að hafa þessa hugmyndi eða eitthvað slíkt, ég svaraði henni á viðkomandi hátt. Ég sagði, herðu, ef þú segir svona, þá er þetta það sem gildir það. Já. En ég segi ekki, þú mátt aldrei fá svona hugsun, þetta bara má ekki, það er bara... Hugsun annars manns. Já. Ef þú drósa mann. Og þú vilt þá verðingu tilbaka, fyrir þinni. Já, það er bara sama eins og ef ég sé mann vera að hlaupa fram að bjargi og hann sér ekki hættuna. Og ég segja, já, hann er með þessa hugmynd að fara í þessa átt, kemur mér ekki við. Er ég þá ábyrgur eða? Erfitt að svara því.
ef þetta vesti óvinur minn, ég þá ábyrgur? Þú ert og þú getur aðeins verið ábyrgur fyrir heill þinnar eigin sálar. Nei, ef ég var hann ekki við hættu sem að koma, þá ég ábyrgur fyrir líf hans. Af því mér ber skylda, Það þín hugsun og þar kemur þín samviska. Náttúran sammála á því? Að þú sért ábyrgur? Já, hún má bara hafa sína skoðun, sko. Ég byggi ekki mína skoðun á skoðun náttúrunnar, sko. Sko, ég lít á það sem sjálf sannað mál að ef ég sé aðra manneskju vera að fara á leið í að skaða sig, þá ber mér skylda til þess að vara henni við. Þegar ég er búin að vara hana við og bendin á hættuna og hún heldur samt áfram, þá ég ekki ábyrgur. En ef að ég þegi og viðkomandi labbar inn í tjón sitt, þá tel ég að ég sé ábyrgur fyrir því. En það inn í þínum hugarheimi. Ég myndi ekki gera þau ábyrgan. Ég tel að þetta sé sjálf sannað eins og að þessi pappír mun detta ef ég slepp honum. Þetta líti ég á að vera sem sagt náttúrulög eða náttúru. Ég ekki að segja að ég sé ósammála þér þó ég sé Nei, ég veit. Það gott að vera devil's advocate aðeins, sko. Það fínt. Heldur, sko, í rauninni að leitað hver, sko, ef ég var sem ég sé sammála þér, ég sé þig hlaupa fram á Bjargbrún og ég einhver hluta vegna varaði ekki við og þú hleypur áfram og það kemur upp þessi hugsun, ég varaði hann ekki við, þetta mér að kenna hann hljóp fram af. Ég var ábyrgur. Ég fæ samviskupið. Með öðrum orðum, ég með ákveðna samkennd, ég með ákveðið spyringsmat, ég með ákveðið regluverk hérna í höfðinu sem að ég búin að samþykja yfir allan vafa. Það yfir vafa hafið. Og sem gengur út frá því að ég og þessi hin mannvera eigum samfélag. Við erum hópur. Skil hvað átt að fara. Og þá þetta spurningum, sko, hver afstaða mín er. Er afstaðan svo að ég sé einstaklega? Já, ég skil þig. Eingöngu ábyrgur gagnvart sjálfu mér, eða afstaðan svo að ég sé partur af samfélagi og sé ábyrgur gagnvart samfélaginu? Nú til dæmis erum við búin að ræða þessum hópisma og ég kalla það skurðgóðadýrkun. Já, þetta mjög góða punktar, því að þarna kemur einmitt, sko, ég myndi svara þessu þannig. Ef að þú værir að labba næstu fram að Bjargi, myndirðu vilja að ég hnippa í þú og segja, heyrðu, þetta nú ekki sniðugt að labba hér, sko, þú getur bara hreinlega dáið hérna. Eða myndirðu vilja að ég myndi þegja og þú myndi falla? Ef ég væri búin að ákveða ég ætla að hlaupa fram að Bjargi og losa mannkynið við að þurfa að hlusta meira á mig, þá yrði ég kannski reiður yfir og stoppaði mig. En ef ég hitti draumadísina mína daginn eftir, þá myndi ég líklega bjóða þér í brúðkaupi og biðja þig að verða að svara með þessu. Þetta aftur orðið afstætt, sko. Já, sko. Ég hef lent í því að lífið mínu hefur verið bjargað og það oftar en einu sinni. Já. Og ég eitt skiptið reyndar af hundi, ótrúlegt en sagt. Já, þeir hafa þetta í sér. Þeir bjarga öðrum hundum og, veist. Og það fólk og hundur sem að ég hlut á, ég þessu fólki þakklátur og í mínu hjarta skuldbundin þeim. Ekki skuldbundin þannig að ég skulda eitthvað svo mikið heldur að það komið svona tenging á mig. Já, það bara þakklæti, bara takk, veist. Það komið eitthvað inn í mig sem að hafið yfir allan vafa, sem mér heila. Já. En ég í rauninni samt að reyna að reifa, sko, af því mér kjarnalýðræði svo kært. Og þess vegna var ég aðeins að hugsa þetta með Sommerhill-skólann aðan.
Já. Og þess vegna talaði ég getur fólk skilið munin á stjórnkerfishugmynd og stjórnkerfishugmynd. Að stjórnkerfi aðeins hugmynd. Það eru kannski 2 hugmyndir í gangi, önnur framkvæmd, hin ekki. En þetta eru samt bara hugmyndir. Önnur þeirra hefur verið valin, en hin ekki. Og svo ég að horfa á fólk sem kemur á kennslu og segir, heyrðu, ég skil ekki þessa hundaþjálfun, það engar reglur í henni. Ég þarf reglur. Ég þarf ramma til að hugsa eftir. Og það sem ég að horfa á þegar ég að tala fyrir beinu lýðræði, þá ég ekki að horfa á að það sé lausnin við öllum vandamáli manna. Ef eitthvað þá óttast ég fyrstu áratuginu undir beinu lýðræði, vegna sem ég mun sjá svo mikið af mistökum verða framkvæmd, ég mun sjá svo mikið af dómum verða framkvæmdir og flokkadráttum og alls konar dóti, en ég trúi því að fólk vaxi undir ábyrgð til þess að byrja að finna sinn eigin einstaklingskraft innan í sér sem síðar verði að þeirri samkennd sem þú varst að lýsa áðan. Nei, þetta bara hópismi í nýrri skiptu. Einn punktur inni viðbót, þegar ég sé fyrir mér kjarnalýðræði, þá ég að horfa á það eins og það verður 2 til 4 öldum eftir að kemst á. Vegna þess að vitund mannsins þarf að þroskast. Fólk skilur ekki í dag samræðu þar sem fólk hlustar á hugmyndir hvors annars með virðingu og ábyrgð. Það kann það ekki. Ég skal kaupa þessa hugmynd þegar þú búin að selja Lundunum hana. Í Vestmannaeyjum. Lundarnir nota beint lýðræði. Nei. Þeir nota ákveðið samstarf og þeir nota ákveðið svona, þeir vita alveg af hvor öðrum, það ekki bara eins og þeir lifi sínum eigin heimi og þeir hjálpa hvor öðrum og það ákveðin strúktúr hjá þeim, náttúrulega myndaður strúktúr. Eins og ég var að segja, nú haust, þeir byrjað að fljúga hérna suður fuglarnir og maður sér þegar þeir fljúga upp, svo byrjar að mynda svona alls konar. Það bara náttúrulegt hvernig þeir mynda oddinn, og svo kannski skipta þeir, kemur bara frá náttúrunni og fyrir hvert flug fyrir sig, Hefurðu séð Hrafnaþing? Ég man nú ekki eftir því, Það mjög fáir sem hafa séð það. Já. Og ég hef séð það 3-4 sinnum, því ég veit stað á Reykjanesinu þar sem að Hrafnaþingin fara fram á þeim landshluta og ég stundaði mikið útivistar tíma. Og mér fannst það svo spaugilegt að það fyrsta sem ég tók eftir var að þegar ég hafði lesið Hrafnaþing, þá sá ég alltaf fyrir mér hrafnaspígspor á jörðinni. Já. En Hrafnaþing gerist á flugi. Já. Og það tilkomið mikið að horfa á það. En Hrafnaþing og þessi dýraþing, það er fleiri dýr með þetta, aparnir með þetta og fleira slíkt, það meira svona hormóna starfsemi, sem að reyndar kemur svolítið upp í mannin líka, við erum náttúrulega að tryggja okkur sætustu konuna og allt það, og þegar ég að tala að kosningar séu falsar, þá halda menn alltaf ég sé bara að tala kosningaúrslitin. Ég nefnilega, ég er svo spes að ég fór að pröfa svona ákveðnum aldurskeiði, fór ég að pröfa alls konar aðferði til þess að komast í mjúkin hjá kvenþjóðinni, Og ein aðferðin sem virkar mjög vel, það er einangrun aðferðin. Hvað segirðu? Ég heyrði ekki. Ég er að hlusta núna vel. Já. Það er einangrun aðferðin, mjög þekkt aðferð. Það er sama aðferð og í kosningunum. Að þá er kannski einhver stúlka eða stelpa svona í hópnum sem þú vilt tryggja þér. Og þá annarkvort þú sjálfur eða vingmenninir tryggja það nánast að komist engin óbarinn inn á svæðið, Og kallmenn skilja þetta mjög fljótt, Þú kemur eitthvað og sér hei, sætt stelpa, svo sér þú svona 2-3 vafa sem að gaura í kringum hana, Þótt sé engin tengsl á milli þeirra, þú bara stillir þér upp með ákveðnum hætti, þá er 90% af köllunum farið í burtu, þegar þeir eru hræddir við ofbeldið, Og þá er þetta svona cirka 5-10% eftir og það er mjög sjaldan að komi alvöru karlmaður sem að er til í að taka högginn til þess að nálgast þessa konu,
bara með að, og þetta getur verið ókunn líka þess að vera ókunnu kona, sko, bara með að stilla sér upp á ákveðin hátt, þá losnar við bara strax við 80-90% samkeppninni. Þú útilokar valkosti. Já, og það snýst kosningakerfið algjörlega. Og svo stúlkan alltaf á þessu balli eða á þessum atburði alltaf svona kynnast einhverjum, sko. Og svo endar með að það er þessi eini kall sem verður alltaf að dáðra stíðin allt kvöldi, sko. Þannig að endar með alltaf hún velur hann. En hún veit ekkert að þetta er kerfi, sko, það er búið að vera að spila leikja kerfi allt kvöldi, sko. Ég er með annað módel sem að ég nota fyrir nákvæmlega sömu hugsun. Já. Og þetta er enga hugsun, það bannaði að nota hana. Ef þú ferðin á veitingastað sem er með matseðil og það er kjúklingur og það er lamb og það er svínakjöt og það er nautakjöt og þú heldur að þú er valkosti og ert búin að steingleyma að þú vildir fisk. Já, einmitt. Nei, kosningar leið og þær fara að breyta ykkur. Ég hef líkt í saman, sko, kosningar eins og bænastund, sko. Þið vantar alltaf inn í, sko, öll þessi kerfi, öll þessi hópisma kerfi, þá þarftu bænastund. Já, allavega bænastund og þú þarft að vera að bíða eftir einhverjum. Í endurkomi Jesú eða þú þarft að vera að bíða eftir einhverju. Og þetta og svona til þess að það sé að fara að halda í vonina, þannig að þú haldir áfram að vinna og gefa. Og það nú jafnir aðeins í kynfærinu sem verður að níðast á þér aðeins að fá að jafna þig, sko. Nú erum við ótrúð og þreytir. Þannig að, sko, þannig að kosningar eru bænastundin, sko. Já, farðu bara á bæn og þá breytist þetta allt, sko. Farðu bara inn í... Kosningar algjörlega sammálaðir að kosningar í lýðveldinu og í fulltrúalýðræði eru skottís, þetta er blekkingalegur, ekkert annað. Já. Svo er fólk núna, ég er búin að, þetta er alltaf svona, fólk er alveg, já, Ísland er ekki lýðræði. Þetta er matseðill með kjötréttum. Nei, Ísland er lýðveldi, það er ekki lýðræði. Ok. Og íslenska stjórnarskráin byrjar að segja lýðræði Íslands, það byrjar að segja að þetta er stjórnarskrá lýðræðis Íslands. Og Ísland er lýðveldi með þingræðisstjórn. Já, svo kemur fyrstu grein, Ísland er lýðveldi, þannig að bara, þú ert ekki komin í gegnum fyrstu grein og þá komið lýi, sko. Já. Og svo er það að reyna að ljúga þessu inn á fólk eins og segja, já, þjóðin kaus þetta. Nei, þjóðin kaus að aðtuga þetta. Sam og ESB-blekkingin, sko. Þessa fólk, maður er orðið svo þreyttur á þessu, sko. Þetta er alveg skelfing hvað fólk velkist í þessum hópisma, sko. Já, maður upplifir þessi stundum eins og maður sem er hamar og meitil að reyna að hamast á graníti, þar sem að... Já. Maður sér höfuð með eyru en það er granít. Þetta hugsaði stundum í leiðinni. Ég meina ekkert ljótt með því. En mér finnst reyndar, sko, ég verð nú að gefa allavega hlustendum mínum kredit að fólk er rosalega fljótt að pikka þetta upp, sko. Ég sé til dæmis, sko, ég er svo fegin því ég náttúrulega hef bara svo mikið að gera að ég er með alls konar stöður, sko, eins og Vísir og DFF er í ákveðna stöður, sko. Og svo er ég stundum að sé einhverja frétt, sko, þá er bara, já, ég þarf nú að svara þessu. Svo bara, 4-5 búin að svara bara nákvæmlega því sem ég ætlaði að fara að segja, sko. Sem að lærisveinandi mínir, það bara, já, ok. Ég þarf ekki að díla við þetta hérna, sko, það er bara búið að afgreiða þetta, sko. Opus me rising. Já, neða, menn bara fatta, sko. Ég veit það, ég er að stríða. Já. Mér er engar hugmyndir heilagar. Nei, en sko, ég svolítið, það hefur verið svolítið hort á stjórnarskrána mína, hvað er að koma í býtunum? Ég sakna svolítið meira umræðu það, er fólk ekki að fatta þetta, er þetta hallærislegt eða hvað er í gangi með stjórnarskrána? Fólk hefur ekki forsendur til þess að skilja stjórnarskrár umræðu. Ég verði þetta að viðurkenna, ég á eftir að fara onni hana sjálfur. Þú mátti bara henda líka á vegginn minn, ég er alltaf að gleyma því að fara og tekka á henni. Ég ætlaði að vera
Það stendur hérna bara stjórnarskrá Íslands vídeóið, sko. Ertu ekki með hann á YouTube-inu? Jú. Eða hvar? Já. Ég er enda ég er með 458 áhorfa á hana, sko. Ég lofa því að vera búinn að skoða hana næst til við spjörlum. Já. Vegna þess að, sko, ég hjó eftir í daginn að það var einhver reyndar þingmaður í vinnalistanum mínum sem sagði að ég er nú búinn að lesa 50 stjórnarskrár og það kvallaði mér í hjó eftir með fullri virðingu þessum góða manni, með margar góðar hugmyndir, að hjó mig eins og sko, það sem ég hugsa að þú kallir hópisma, að heyrðu, já, hann hefur vita á þessu, hann hefur þekking á þessu, hann hefur skilning á þessu, hann er líka þingmaður. Ég er ekki, en áður en ég var búinn að, áður en ég vissi var ég búinn að svara, já, ég er bara búinn að lesa 3 og semja eina. Já, Þú veist, hver gerir þig eða mig eða einhvern annan sérhæfðan í stjórnarskrá? Það er margir sem að lesi lýðveldisstjórnarskrána eða konungsríkis stjórnarskrána. Já, já. Það var margir sem að lesa hana. Ég var einhvern tíma byrjaður að lesa rússnesku stjórnarskrána en ég hætti því hún var svo stór og viðamikil. Flokka, ég var auðvelt að nálgast hana. Ég er allavega heimsmeistari í stuttri stjórnarskrá. Þetta er, þú veist, þetta er aftur þessi dáleiðslusvefn. Já, ég finn nú ekki að, þú veist, hver er ég að fara að hafa eitthvað að segja stjórnarskrá ríkis? Þetta er eitthvað svo stórt og mikið. Bíddu, ef þetta er lýðræði, ef þetta er stjórnkerfi sem kemur mér við, á ég þá ekki að hafa skoðun á því? Ég myndi vilja sjá 300.000 stjórnarskrár á landinu. En það er málið, sko, að hérna, það var gaurar sem voru svona falda mynda eða eitthvað svoleiðis. Og þeir fóru í svona búning, sko, svona lögguhatt og svona svartan búning, sko. En það voru engin merki á honum eða neitt, þannig að hann kannski ekki séð. Já, hann fór, svo fór að svona fólk að labba með burðarpoka heim, sko, og búð. Og svo voru svona einhverjar mislitar gangstéttir, sko, það myndaði svona strik og eitthvað svona. Og þessi gaur í búningnum fór og labbaði fólk, já, þetta labbaði út fyrir striki, fór að leiða eitthvað svona alls konar vitleysu, sko. Og fólki labbaði alveg eftir honum, sko. Labbaði alveg stóran sveig fram með einhverju grárri gangstéttalínu sem var hann, eitthvað svona, bara alls konar rugl, sko. Svo pröfaði sami gaurinn bara í svona skyrtu eins og ég er í, sko. Já. Og fólk bara fór að rífast við hann, sko. Og bara, veist, einn náttúrulega bara lemja hann, sko. Hvað ert þú að bugga mig, fíblið þitt? Við erum að finna þetta á YouTube. Já, þetta er hérna hjá honum Corbett Report. Ég skal setja linkin á síðan undir þegar við erum búnir. Þetta er mjög gott vídeo. Við erum hlaupin á tíma. Tíminn er hlaupin frá mér. Já, ég líka. Komin 8 tími hér á þessum bæ. En við erum með svolítið áhærendur núna, það er mjög gott. Og hérna endilega fá fleira inn í þetta samtal. Það voru nú ekki fleiri sýndir sem er reynda að komast inn í kvöld. Það á eftir að koma. Við höldum áfram að bulla. Já. Við erum að reyna að búa til samræðu fólks. Þú sér nú þvottasnúru-vídeói mín sem ég byrjaði með. Nei. Skoðaði fyrstu 2-3 vídeóin hjá mér. Þau eru mjög primitív. Ertu að meina þegar þú varst að byrja? Já, fyrstu vídeóin á rásinni. Já, ég sé mörg af þeim. Ég fylgdist með þér þegar þú varst og mjög ánægður. Já. Og það er, ég hef líka gaman að sjá hvernig tónninn er að breytast. Já, þjálfast í þessu eins og öðru náttúrulega. Það er sko, að ég þekki þetta líka úr minni megin reynslu heimi að þú veist, það fer svona ákveðin, maður byrjar svolítið reiður, maður byrjar svolítið æstur, þá kemur meiri mýkt og maður verður svona, öðruvísi tónn. Já. Þetta þjálfast upp náttúrulega eins og annað. Og það slípast líka hvað maður er að segja og skerpist fókusin á það. Ég þarf að fara að koma mér upp eitthvað svona búning, eitthvað svona seremóníu búning. Og svo ætla ég að tóna á sunnudöfum. Þetta er samsæriskenning dagsins. Við megum ekki taka hugmyndirnar okkar of alvarlega.
Hópis mér frá anskotanum, sendi 10. Já, nei, ég held að allir séu sammála það. Ég á ekki við að taka mig á hátíðlega vandamálisma glíma. Eins og þú sér hvað menn eru oft búin að reyna að taka mig í þessa gildur. Já, þú hafði rangt fyrir þér. Ég segi bara, já, sem betur fer. Best ef ég veit ekki neitt í minna þess. Það er aðal markmið að veit ekki neitt. Ég að hafa 100% rangt fyrir mér. Það er frábært. Já, maður er að varpa fram hugmynd. Það er frekar að hafa rangt fyrir sér. Vegna þess að þá var einhver sem hafði fyrir því að reyna að sína fram á það hún var raung. Sem þýðir að það var einhver að reyna að grúska, sjálfmennta sig, finna eitthvað úr. Já, þetta reyndar líka í þessum samsæringaheimum, þá er það ákveðin sjálfsvörn að láta allt fara, ekki skilja neitt eftir í hausnum, því þá hefur engin hagsmuni að því að stela því úr hausnum á þér, sko. Og þess vegna sagði ég vil sjá 300.000 stjórnarskrá, það þýðir að það 300.000 manns eru búin að vera að pæla sjálfir í hvaða skoðun þeir hafa. Og er komin allan einu skrefi út úr skurðgóð. Já, ég reyndar sko, ég skora á fólk að koma með styttri og einfaldari stjórnarskrá en ég er með, sko. Það er annað sem að í þessum sjálfsögðu lögum eða hvað sagði ég áðan? Það var með orðið áðan. Sjálfgefandi. Nei, sjálfgefið, þetta er bara sjálfgefið. Að sko stjórnarskráin þarf að vera svona sjálfgefin og öll lögin þurfa að vera sjálfgefin og þannig að þú skilur þau og fattar þau bara strax. Það er mjög mikilvægt, sko. Þú meinar að þá þurfi ekki að kenna fólki lagalæsi? Nei, það þarf enga lögfræðinga, það er sjálf útskýrt og til dæmis segjum að 2 bílar lendi í tjóni, þá gengur þau bara frá dílnum bara á staðnum, sko. Til þess að ná þessu þá þarf fyrst að kenna fólki lagalæsi? Nei, það þarf að kenna fólki það að þegar það er búið að finna lyktina af frelsinu og upplifa frelsið, að ef það fer að hugsa á ég að beita hópisma til að ná einhverjum vilja hérna í gangi eða meiri rétti, eða vil ég bara gefa lutið eftir að rétti mínum til þess að máli sér dautt, sko. Já, fólk skilur ekki að það eru fangar í skurðgóðir, sko. Já, þá er kennarinn að klikka það ekki. Hver er kennarinn? Er það ekki sá sem er að halda huganum föngnum? Ég er að kenna þessi nýju fræði og ef það er einhver sem er eldri en 12 ára sem skilur mig ekki, þá má hann koma hérna í þátt og skamma mig. Ef það er einhver sem er eldri en 12 ára sem skilur ekki stjórnarskrána sem ég sett fram, þá þarf ég að endurskoða hana. Ég lít á að fólk verði fullorðið í kringum 12 ára aldur. Og þá þarf það að taka ábyrgð, já, 12 ára aldur. Við kynþrótt? Já, reyndar er verið að breyta honum með lyfjum núna, það er verið að lækka hann, sko. Stelpur og það kynþróska bara áður að fæðast næstu, sko. Þannig að, en svona miðað við heilbrigt uppeldi og heilbrigt líf, þá held ég að svona cirka 12 ára sé fólk tilbúið að taka fullorðins ábyrgðina. Skoðum það seinna. Já. Við þarfum að fara nefnilega. Já. En við heyrumst aftur. Og bara takk fyrir frábært spjall. Já, sömuleiðis. Og ást og friður. Já, einmitt. Er það okkur? Já, við heyrumst. Bless. Bye. Takk, bye. Já, ég sé að það er hérna einhver hlustendur eftir. Vonaði að hafa haft gaman að þessu. Við Guðjón förum í miklar dýftir og maður brýnir mann. Mjög gaman að díla við þetta allt saman. Og hérna endilega hringið inn. Það er gaman að spjalla. Og hérna, við höfum náttúrulega verið í einhver svona tengi vandamálum og allt það, við bara mjögum okkur út úr því hægt og bítandi. En hérna, málið er það, skal kannski bara reyna að sýna ykkur þetta núna.
Hérna sjáið þið útsendingu, nei, já, það kemur svona eitthvað vitleysa bara út úr þessu. Skilðu þig. En þið sjáið hérna fyrir neðan vídeó sem að horfa núna, það sem ég þá sjáið þið skilaboð þarna frá Guðjóni Hreimberg sem segir ég mættur, sjáið þið. Ef þið bara setið svona skilaboð þarna undir vídeóið, þá tekið nafnið ykkar og býð ykkur inn í spjallið. Og það þýðir þá náttúrulega ég sjái að Google Plus takist að tengjast ykkur, en þetta hefur gengið best. Þetta hefur nánast virkað með alla sem hafa komið hérna inn í spjall. Og hérna og verið bara róleg, það kannski tekst ekki að tengjast, þá bara finnum út í næst eitthvað svo list. Þetta er ekkert stressleift hérna í þessum á þessari stöð hérna. Og hérna já, þá reyni ég að tengjast ykkur og þá spjöllum við hvað sem að þið viljið leggja í umræðuna. Og meira sé myndi ég eitthvað fara að opna á svona eins og Stefán Mölju er að gera. Það svona ákveðin sálusorgun að þið viljið deila með vandamálum eða eitthvað slíkt, að ég get náttúrulega ekki farið of djúpt í það, en svona bara eins og maður tala við mann og þið veitir náttúrulega allt live, þannig að og hérna eitthvað smá spjall getur kannski hjálpa fólki og líka öðrum sem að horfa. Það var lent í einhverju reynslu með eitthvað slíkt. Og hérna það má kannski hugsa það sem svona hópisma anon eða alkohólik anonymous, að þeir sem að horfa á þurfa náttúrulega fara með það eins og sé á slíkum fundi. En takk fyrir komuna og megi Guð blessa ykkur og þeir alltaf velkomin aftur á Frelsi TV. Bless.